þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi sem okkur hollt, hef ég heyrt. Hingað komin Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistarkona. Ég segi það ekki, myndlistarkona. Hvað segir þú, Gunnar? Segi ekki myndlistarkona? Þú sagði myndlistarkona, já, það má. Já, ég segi líka myndlistarmaður núna og hef gert í gegnum tíðina, en myndlistarkona ég engu síður. Já. En hefur það einhverja merkingu hvort að maður segir myndlistarkona eða myndlistarmaður? Fyrir mér hefur bara maður verið fyrir bæði, konur og menn. Það bara minn skilningur á orðinu en núna finnst mér hallundi fæti á flestum sviðum varðandi þessi kynja eða svona konur gjarnan, eitthvað bakslað, þannig að nú ég myndlistarkona. Þú með sýningu, stóra sýningu á Kjarvalsstöðum, Listasafni Reykjavíkur. Þetta yfirleitt sýning, eða ekki? Jú. Þannig allur ferillinn? Þetta allur ferillinn. Elstu verkin eru frá 1987 og þá ég 24 ára gömul. Og síðasta verki var unnið 4 dögum áður en sýningin var sett upp. Með nálinni hangandi aftur í ennþá. Já, þetta auðvitað lítið brot af því sem maður búin að gera, en þetta svona stikkprufur. Þetta yfirleitt eitthvað. Og þegar ég labbaði þá ég að skoða ferilinn þinn. En þegar þú ert að labbaði hvað ert þú að sjá? Já, ég ekki að sjá endilega ferilinn, ég bara að sjá svolítið hver ég er. Það kannski eitt orðið við ferilinn, en mér finnst að ná dýpra en það, af því að eins og fólk veit þá ég gjörn á að prófa eitthvað nýtt innan þess að tvívíða flatar sem ég vinn alltaf út frá. Og það ekki allt tvívítt þarna? Það ekki allt tvívítt? Nei, en það allt málað. Sko, jú, það polykróm skúltúrar sem eru þá málaðir skúltúrar einhvern veginn, en unnið út frá þessari tvívíðu skynjun. Sem ég nú ekki mikið að pæla í. Mér finnst bara hann bara bjóða upp á óendanlegan heim. Hann bara gluggi út í alla möguleika. En þegar ég kem þarna inn þá sé ég þetta vissa fjölbreytni og gleði og þor bara sem ég stend með í sjálfur mér. Ég bara segi það. En að útkoman myndi vera svona mjúk og fyrirhafnalaus fyrir mér að sjá þræðina milli verkana og hvernig verkin styðja við hvert annað. Það finnst mér bæði ansi vel gert hjá Markúsi, sýningarstjóra, að ná þeim takti og fyrir mig að upplifa, og ég held að þetta smiti sér til áhorfenda. Já. Af því að mér langaði að taka viðtal við þig, svona æviðina. Já. Þá kom ég inn og sá og þetta ekki svona krónológískir röð sem hefði verið betra fyrir mig. Já, ég þarf að gera eitthvað. Það var ekkert vandamál, ég bara sá það. Og ég velti fyrir mér hvað réði uppröðuninni. Já. Og hvað það? Ég náði því ekki alveg. Nei. Sko, þegar við Markús hittumst í fyrsta sinn varðandi sýninguna, það þá fyrir ári síðan, þá komum okkur saman bara strax niður í forstofið áður en blessaði maðurinn var eiginlega komin úr skónum, að þetta yrði ekki krónológískri röð. Heldur myndum við leyfa því sem einkennir kannski mig í því sem ég að gera, að það svona farið milli aðferða, að leyfa fólki að upplifa hvernig það virkar allt saman og hvort að áhorfandinn finni þráð sjálfur milli verkana sem færi honum einhvers konar skilninga eða ánægju. Þannig að mér finnst það stundur svo pirrandi þessi litlu miðar undir verk, hvernig var þetta gert? Þekkti ég hann þá? Hvað var ég að gera það? Já, það þetta. Þá fer rosalega, það fer svona kerfi, hugrænt kerfi í gang og kannski það áskorunin á þig að bara sleppa tökunum og vera ekki að pæla. Sjá bara hvernig verkin líða áfram. Ég ætla ekki að nota of mikið orðið flæði, en þetta líður svona einhvern veginn áfram og svo smátt og smátt vel á að vera. Finnurðu að vonandi að verkin vinna með hvert öðru, sérstaklega í því hvað eru ólík. Og þetta á að færa einhvers konar ánægju á þess að þú sést fastur í bókasafnsfræðinni hvar þetta á heim í hillunni. En þú getur hins vegar aflaðið þeirra upplýsinga á sýninguna sjálfsögðu. Þar eru
Það var reyndar hálfgert fágæti, það listi yfir verkin heita og það sem ártal og eigandi. En það var mjög fá eintök. Jú. Það gerist á opnunina þá var settur slatti af eintökum og merkt einhvers staðar, ekki taka þetta, en fólk auðvitað tók þetta bara með sér heim og þetta alveg fullkomlega gágslaust þegar þetta komið út í bíl og hvað þá heim, sem algjör synd vegna þess að nú það verið að prenta meira, en meiningin samt ekki að fólk sé að taka þetta heim. En ég tók svona seinni ringinn með þessu. Var það orðið snjáð og fytugt? Mjög. Já, það var svolítið sætt eftir viku gamla sýningu. Það er auðvitað margir sem hafa notað þetta. En aðeins varandi uppsetninguna, því að það eru þarna ólík verk, heitir líklega bara ólík tækni og líka svona, sum eru svona figuratív og sum eru bara abstrakt og sum eru máluð og sum eru ofin en þetta raða sama svona öllu saman, þannig að ef ég ætti að fara að taka hana ekspressionísk máluð verk, þá eitt þarna og eitt þarna þannig að hann bara dreifir þessu svona og þá fer maður að velta fyrir sér, en þá eitthvað svona, þá eru þessi verk sem eru hér að fjallum eitthvað sem skilt þó þessi ólíkum tíma og ólíkri tækni, en ég náði því ekki alltaf sko. Nei, það allt í lagi. Það bara fínt, það þýðir að þú þurft að fara svona 3 svari viðbót. Nei, það þýðir þá fæ ég þið hingað þetta til þess að útskýra. Já, útskýrta, ég skil það vel. Sko, uppsetning sýningarinnar með hugmyndinu þessa miðju, hún Markúsar og mér fannst ákaflega vel tilfallið. Þarna vorum við komin upp í hálfa tröppu upp á heimilið, við vorum svo fljót að ákveða hvernig þetta ætti að vera. Og vissulega þetta kannski svolítið óhefðbundin uppsetning, en skilaði miklum árangri fannst mér að hafa þessa möndlu í miðjunni með verkum þar sem væri dregið eitt úr hverjum hópi aðferða cirka. Og þar myndi myndast ákveðin ró og kyrrð og eitthvað tilfinning fyrir aðalatriðum. Þar getur fólk sest niður, þar aðeins ljósin eru dimmari og það svona rólegur kjarni. Síðan á veggjónum brugðið á leik og verkunum raðað upp eftir litum og hrynjandi. Við komum okkur saman ég og Markús svona helstu atriðin, helstu verkin sem að myndu koma, kannski stærstu eða þau sem ég líka var sammála að værum veiga mikil á ferlinum, en við vorum ekkit alltaf sammála og ég hafði bara líka gaman að því að heyra hvað hann vildi fá þarna upp. Og ég klóraði mér í hausnum og sló mér á lær og sleppti tökunum með það, en enga síður, þá svona ákveðin keðja af stærri verkum og síðan brugðið á leik í kringum það. Og þar verði ég að segja að Markús sem málari, því hann lærður málari, hann listamaður. Hann málar salinn mínum verkum og ég á ákveðin tímapunkti fór bara heim og laði mig og var bara kjur heima í nokkra dag og kem tilbaka og þá sé ég að hann búinn að setja þetta upp á þann hátt sem mér fjall ákaflega vel og ég var mjög bæði hrærð og hrifin og sátt við þetta. Ef þú horfir til dæmis á stóru rauðu píkumyndina, hann sköpunarverk og allir bara, vá þessi, vá þetta svona, virka svona mig og síðan fara augun örlítið til hægri og þá hvít stórt málverk sem ég gerir 25 ára gömul af boðu Maríu. Ég mála hann á Ítalíu, hún bara hvít, þarna María, Gabriel Erkiengill og það svona kyrrð á milli þeirra. Ég elska þetta verk og fekk að koma því fyrir að það er svo mikið kyrrð og svona tærleiki í henni og hún svo stór. Þannig að þú sér þessa stóru andstæður, rauðu og hvítu og hvernig má það vera að stór píka sett þarna og svo María og Engill og mitt á milli þessara verka til dæmis þá skrifað með svona unglingaskrift og saumað út It's not so bad. Það kemur fyrir mér ákveðin léttleiki sem mér ákaflega mikilvægur. Ekki það að vera fyndin, heldur draga úr spennu, hugrænni spennu sem stundum myndast á milli svona verka. Píkan býtu, þetta ekki Me Too, þetta ekki rosa barátta og svona, og svo, vá, hún svona trúið, þetta svona boðunamynd og hún var í klaustri og þú veist, þetta eru stóra stærðir og fyrir mér dregst þetta saman í einn punkt vegna þess að þetta fjalla nánast sama hlut, að rauða píkuverkið kjarnan, miðjuna í okkur öllum,
að segja satt, umbúðalaust, engin himna og hversu mikið treystur þér inn í þessa dýpt þíns eigin og ferðu út hinum eigin sem sést í fjallamyndinni beint á móti að það er bara gati gegnum fjallið og hættir endilega að horfa á Maríu og boðunina sem bara einhvern stimpil á kaþólsku kirkju eða kristni heldur hugsjón og stórt hlutverk, hugsjónar hlutverk, innri leið að fylgja sjálfum sér, gjöf, fórn. Og þetta það er andlegur tónnana á sýningunni. Já. Og náttúrulega eru vísanir í kristni og Maríu. Og maður gæti alveg skauta þannig gegn og séð svona þróun í trúarleit höfundar sem að byrjar í Maríu og leitaði í miðaldatákn og svona þann heim og þá kannski hittir máli ekki bara svona tvíviður heldur líka svona flatur heimur miðaldana. Já, einmitt. Og hún leitar þarna, unga konan í klustur að einhverjum þræði þarna en endar síðan í svona jarðbundnari Maríu sem er náttúrulega kannski píkumyndin en þetta er sami hluturinn. Þetta er bara... Mér finnst þetta er það sem er ósagt handan orðanna. Já. Þar virkar myndlistin, hún er fyrir mér að mestuleyti ósegjanleg. Þú ferð og upplifir og svo áttu þetta samtal sjálfur ég að fá eitthvað út úr þessu. Ég fekk eitthvað út úr þessu fyrir 20 árum, ekki núna, kannski fæ ég það seinna en það eru þarna stórir hluti sem er alltaf ósagðir sem búa undir. Það eru margir í myndlist að glíma við ósagða hluti. Já. En þú ert með svona trúartákn þarna og svona trúarmerkingu og píkan er náttúrulega aldristafla. Stór. Það gæti verið í Skálholti. Það er náttúrulega stórt píkuverk í Grafarvogskirkju í kapellunni þar. Enda konur sem stýra þeirri kirkju en það kalla ég djart í kristinni kirkju að leyfa sköpum að vera tákn sköpunarverksins. Hluta til er dýrkunin á Maríu tíknun sköpunar aflskonunar. Já, nákvæmlega. Þú kemur ekki Guði í heiminn nema í gegnum konuna. Nei. Og gegnum sköp hennar. Já, akkurat. En María fyrir mér er ein hlið konunar. Já. Ég hef alltaf verið í mínu persónlega myndmáli að fjalla konuna. Og byrja á því bara mjög snemma, eitthvað 3-4 ára gömul að teikna þessar konur, risastóra hausa og svona, það fór ekki milli mála, þetta var alltaf gengið út frá konunni, það hverfði ekki að mér að pota inn einhverjum fjöllum og íslenskum hestum og einhverju atburðarás, þetta var bara konan og ég held að þetta sé bara ég mitt sem ég byrja strax að díla við og af því að ég er stúlka eða fædd sem kona í kvenkyns líkama að þá er það við útgangspunkturinn en í raunin er ég að fjalla hvað það er að vera maður, manneskja. Það fer ekki í milli mála. Þannig að ef að fólk er mjög mikið að fást við trúartáknin í verkunum, þá finnst mér það gott að því ég líka snert á bælingunni sem er yfirþyrmandi, sem ég fann auðvitað fyrir í klaustrinu. En það minnst gaman að þú nefnir þennan flata heim miðalda því ég var heilluð á honum. Hann er svo skýrt mótaður og teiknaður og þar kemur gullið og þetta er svona áður en endurreisnin kemur fram þar sem að maðurinn verður alltaf allt í einu aðalatrið miðast allt við mannin. Skemmir allt með þessu helvítis perspektífi. Já, nákvæmlega. En það að þora nálgast bælinguna smátt og smátt var örugglega eitthvað það sem lá undir. Það var bara að hafa þroska og styrk og skilning hvernig maður ætti að gera það. 2000 og hvað var það? 7-8 ég man ekki hvenær hann var kosinn þegar Jóhannes Páll páfi deyr og nýr páfi er kosinn. Ég hitti Jóhannes Páll nokkru sinnum og þótti væntum að kveðja þessa arleið. Ég var þarna stödd í París og verð vitni að innsetningu nýs páfa á stórum skermum á Notre Dame og svo opnast kirkjudyrnar og útstreyma fleiri 100 biskupar í
í fjólulituðu, kardinálar í rauðu, prestarnir í hvít og svört og allir þetta kallmenn í blúndu kjólum og ég hugsaði að þetta bara ekki hægt að bregðast ekki við þessu. Þá var búið að bjóða með sýningu á Listasafni Íslands og ég hugsaði með mig ég ger hvert einasta verk píku. Það skal ekki vera hægt að líta undan því að það myndist eitthvað mótvægi og jafnvægi. Stundum finnst mér ég ber mikla virðingu fyrir Maríu og öllum hennar krafti og hlutverki en það líka þarna alveg pottþétt blæti og dýrkun kallmanna á hreinleika konunnar alltaf fyrir ekki að tönnlast á hreinleika konunnar sem bara eitt myllusteinn enn á okkur. Það hugsaði maður náttúrulega á sýningunni af því að það eru svoleiðis myndir af konunni og maður svo býtur hvað þetta svona móðurkona Meyja þarna svo einstæða móðurinn og þannig að hún þarna hreina kona á sýningunni. Þú varst að mála hana sem ung kona. Jú. Sko, í eðli sínu eru allir hreinir, ekki satt, þegar þeir fæðast. Við erum öll dýrlingar og djöflar. Já. Það allt í gangi á einum og sama tíma. Þess vegna finnst mér gott að sýningin umfaðmi það allt, að það allt í gangi. Það má allt, en þú berð ábyrgð á því sem þú gerir. Og það að sýna að þessa hliði líka leið mín að mála mig í gegnum listasöguna. Kynnast listasöguna að því við höfum hann ekki hér. Þannig að María Mey og píkan ekki andstæður. Ég held að enginn upplifið það á sýningunni. Nei, það vona ég ekki. Nei. Það gleður mig mjög að það sé bara... Nei, ég held að frekar þetta sé sami hlutin það maður var að velta fyrir sér sko svona þinni að því að sem fannst mann þetta að vera byggt einhvern veginn á sömu einhver svona, ég myndi kalla það svona eins og trúarleit eða leitaði eitthvað stærra á því svæði. Já, æðri gildum, æðri gildum, hvað sem maður kallar það. Frekar heldur en þú væri að fara frá Maríu og félögum yfir í eitthvað annað. Það sem þetta að vera frekar eins og svona sama og einstæð móðurinn náttúrulega mitt á milli máluð sem íkon. Jú. Sko ég myndi segja að ég hafi byrjað með absolutt tengingu við Maríu þarna í klaustrinu eða ég var full viss það að fólk myndi átta sig á því að þetta væri leitin að listasögunni, ákveðin leit, trúar leit, en ég kem úr umhverfi þar sem ég var orðin talsvert mótuð í mínum trúarlegu pælingum. Til dæmis myndi aldrei nokkuð tíman hafa hvarflað að mér að gangi í klaustur, gerast kaþólsk eða hafa einhverjar sérstaka meiningar þar Ég gat líka verið mjög afslöpuð gagnvart þessu. Ég gat alveg umfaðmað þennan heim en leyft mér að hafa mínar persónlegu efasemdir og blokkar ekki eða loka ekki út til það sem ég sá í kaþólsku kirkjunni með feðraveldið bara eitt stórt gapandi verkefni. En þegar tíma líða og ég eignast börn sjálf þá móðir með barn mér mjög hugleikið og þá myndast aftur þessi skýra tenging og það eitthvað við Það má nefna kannski einhverja ákveðna fagurfræði og einlægni að ég hafði bara mikla þörf fyrir að vinna verk sem væru móðum með börn sem ég var þá að gangi í gegnum. Svo kemur rebellin þegar hrunið og ég einhvern veginn það blandast inn í þá orku að það einhvern veginn fer allt á hvolf og það verður mikil þörf fyrir að segja ákveðin svona sannleika og standa skil á sjálfum sér. Þarna voru báðir foreldrar mínir látnir og ég held að það breytist eitthvað í kerfinu hjá manni þegar foreldrar manns deyja. Þú ferði í fremstu röð og þér verður tíminn áþreifanlegri og ég var bara viðurkenndi það fyrir sjálfur mér að ég var orðin stöðnuð þó að það gengi vel að selja og svona þetta var bara allt í einu og ég segir einu allt í einu því þetta uppgötvun sem gerist frekar rætt fór mér að leiðast á vinnustofunni og það alveg fatal staða og ég satt að segja skelfingu lostin í hvað það myndi þýða því ekki gekk að fara þangað inn og ljúga einhverju og selja það fólk í fyrsta lagi ekki fíbl og ég yrði bara þunglynd að því þannig að ég hugsaði með mér áður en ég fer að leita að vinnu hér kannski við Sundlaug í Seltjarnarnes ég alltaf verið svolítið skotin ég að prófa að vinna þar að þá ætlaði ég bara að fá að gera það sem ég sýndist á vinnustofunni og enginn myndi vita hvað það
Og það var eins og að vinda ofan að lauk og ég byrjaði að skissa mjög með grófum aðferðum, grófan pappír, hélt á kannski stórri krít, bara eins og barn með báðum höndum. Og þetta hafði mjög góð áhrif, fannst mér þetta var erfitt í kannski örfáa daga, en á ótrúlega stuttum tíma kem ég niður á einhverja teikningu hjá sjálfur með það sem svona bersögli kvennorkuna sem öskrandi já, ég ætla að fá að taka pláss og vera til á mínum forsendum, en ég ætla samt að vera í tengingu við lífið. Og þá koma þessar kynorku myndir, sjálfsfróun, píkurnar. Og ég var jafn hissa í raunum allir aðrir, en ég fann bara, ég var spennt fyrir þessu. Mér fannst þetta forvitilegt, áhugavert og þetta talaði einhverjum svona sannleika frá mér og ég bara treysti því. Og ég fann alveg hvernig innistæðan á bankabókinu hrundi og molnaði undir henni, en ég bara treysti þessu. Það var gaman hjá mér og það var nóg. En þetta eftirhrunsverk. Já. Það var gaman ef að eitthvað myndi fara og rúndin hjá til þess myndlistafólki og kanna hvernig verkin breytast á eftirhrunstíman. Eftirhruns umfjöllun í listum fjall ekki alltaf hrunið, sko. Nei, sannarlega. Því að það eitthvað allt annað sem að birtist. Margir myndlistamenn urðu fyrir breytingum, ekki spurning. Mörg okkar fundu enga breytingar, því að líf mitt þannig að ég bara ein inn á vinnustofunni alltaf og ég fer bara út í göngutúr niður við sjó og geng minn göngutúr kemur svo heim aftur. Það breyttist ótrúlega lítið í mínu lífi og örugglega lífi margra listamanna því við erum svo einangruð þegar við erum að vinna. Þannig að... Og svo öryrkjar sögðu þetta í COVID. Já. Einangrun, við vorum alltaf í einangrun áður, sko. Já, nokkuð. Einmitt. Nei, ég var sagt að segja hugsa COVID-ið. Hrunið var auðvitað annað. En COVID-ið hafði engin áhrif á þig. COVID-ið hafði engin áhrif á þig. Akkurat engin. Og mér fannst bara mjög gott að fólk sett sig í spór margar listamenn sem alltaf að vinna einir heima, sko. En hrunið hafði þessi áhrif að það var bara áþreifanlega þörf að bregðast við og segja satt. Og þegar ég í leiðinni var uppgötvað það ég var á leið á því sem ég var að gera, eða það var bara komið gott. Einstefnan var bara skýr. Að þá bara varði ég að breyta til. Sama hvað það kostaði. Það bara þannig. Áður við förum í að tala þig, utan vinnustofuna sem að mér skilst til að þér að það sé ekki til. Að hvað sé ekki til? Það sé ekki lífi fyrir utan vinnustofuna. En við skulum aðtuga hvort við finnum það. En það að því þú sagðir áðan var ég svona vitna í listasöguna og það líka eitt sem maður tekur eftir þegar maður labbar henni í gegn. Það náttúrulega eru þessi íkonar og ekki eitt verki næstu bara eins og bara kópering bara eiginlega lítur bara út eins og gamall íkon. Jú, 3 verk eru íkonar, raunverulegir íkonar og það kópering. Já. Og svo ertu með svona eins og minni til eitthvað sem að svona bara hvernig teikningin sko, að maður svo byrju, hver teiknaði svona, svo fer það yfir í vefnað og þetta með svona blýantsteikningar í vefnaði og svo ertu með þarna portrett þarna á vegg sem að minni minn bara því að bara svona svipaðu stíll og mannamyndirnar hans Kjarvals og þannig að það svona vísa hingað og hangað í. Já. Hvaða máli skiptir þetta að vera svona að taka eitthvað úr listasögunni svona með svona svolítið afgerandi tilvísunum eitthvað? Einmitt. Sko, já, þetta þungamiðju atriði. Sko, teikningin grunnurinn í öllu sem ég geri. Þannig að ég skissa mikið og þá ég ekki að styðjast við neitt annað en bara mína tilfinningar og síðan endar það stundum sem saumaverk. En það að ég hafi teiknað mikið, eins og ég segi, ég byrjaði þarna mjög snemma og ég sæki í hóp í myndlistaskóla Reykjavík og þar sem við teiknum eftir lifandi fyrirmynd og búin að gera í fjöldamörg ár. Og þetta finnst mér bara vera í rauninni það sem smyr allt kerfið. Og ég bæði gaman að því og mikla þörf fyrir að teikna mannslíkamann. Af því það eitthvað ljóð sem myndast það. Það eitthvað einfaldleiki í línu á pappír. Það sem ég ekki lengur að pæla í anatómi eða tækninni, heldur bara hvernig ég að teikna þessa tilfinningu og mér eru þessar myndir mjög kærar. Tímið þeim ekki af
þessar litlu fínlegu teikningar. Mér finnst þar segja svo mikið mig hvernig ég sé hlutina og eru í raun á bak við hvert verk. Svo gerist það að ég hef verið í 2 löngum samböndum og báðir mennirnir erlendir og ég búsett líka á Ítalíu 8 ár. Þannig að það kemur til norður eða Evrópa færist ofar til Írlands og svo til Austurríkis og ég hef skoðað gríða mikið af myndlist á ferðalögum. Ég hef mikla þörf fyrir að ferðast og skoða og ég leita upp í söguna á hverjum stað af forvitni. Og ég finn það að þetta leitar auðvitað í verkin. Ítalía náttúrulega, ég bara drakk í mig þau áhrif sem ég gat orðið fyrir eins mikið og ég gat. Og sérstaklega í miðaldaverkunum. Ekki endilega endurreisninni þó hún litast inn í. Og barokki, þessar svörtu myndir með stóru hárkollunum og ég var svona undir barokk áhrifum í talsvert mörg ár og þá var ég að skoða yfirgefnar hallir hist og her Evrópu sem ég komst í. Ég veit það ekki, það er einhver tilfinning fyrir því eða leit að því sem maðurinn er að segja á ólíkum tímum sem eru auðvitað alltaf það sama. Hver er ég og þörf mín fyrir hamingju, í hvernig tíðaranda lifi ég, hverjar eru áherslurnar og svo er bara gott verk, málverk alltaf með segulkraft, sama hvenær það er gert. En þessi tilvísun í svona, nú veit ég ekki, er ég bara venjulegum maður að labba hann í gegn. Það er til dæmis koma mörg teikningar af líkömum, kvenlíkömum í röð. Það sem er svona halva að leysast upp og svona og það sem er svona eins og þú ert að lýsa, þú bara eltir pennan eitthvað. En svo er svona teikningar eitthvað við hreyfinguna þetta er næstu svona eins og eitthvað svona hreyfing, getur verið bara Matisse eða eitthvað svona hreyfing þarna inni og það er svona alveg, maður er alltaf að sjá eitthvað svona eins og ég nefndi Kjarval og maður er alltaf að muna eftir eitthvað svona og þannig að það var svona alltaf verið að vísa í þetta eða vilt svo bara til að það kemur eitthvað. Ég er ekki að vísi þetta viljandi. Nei, enga veginn. En stíllinn á verkonum hins vegar vísar oft til ákveðna hluta. Kjarval er stórkostlegur og ég hef haft portréttmyndirnar hans að austan í bók við hliðina á mér á rúmið á gólfinu í fjöldamörg ár og kíki stundum á það. Það er engin, hans persónu engin er svo gríðarlega sterk. En hann er frjáls líka og mér langaði að vera algjörlega frjáls og nota miklu styttri tíma en til dæmis hann. Það henta mér. Þannig að þessi portréttverk sem eru þarna eru gerð með frjálslegum hætti eins og hann gerði. Þú veist, þetta er bara málarapappír á gólfi með einhverjum akrilmálingu sem er bara gömul veggjamáling á húsinu mínu. Og svo fer ég með alveg stóran bunka þessu kannski 100 blöð í 3 tíma sessjón af módelteikningu og gerir marga hausa og hendi þeim flestum, eða réttar sagt máli yfir, en held 2, 3 af þeim sem mér líkar og mér bara finnst gaman að finna að það er einhver kraftur í ákveðinni teikningu og það myndast eitthvað samband við módelið, hefur ekkert kannski með persónun að gera og ekki það ég sé reyna að líkjast henni, það bara koma einhver persóna á blaði sem er áhugaverð fyrir mér. Og að öðru leyti vil ég nú ekki líka mig mikið við Kjarval annað en að bara haus er haus, manneskja er manneskja. Herðu, þú sagðir áðan að þú varst í Klaustri og þá, hvað veistu, 24 gömul? Já, þetta var beint úr MHÍ. Hvað ef við byrjum þar, það er kannski óvanalegt ákvörðun? Já. Hvaða ár er þetta? Þetta er 1987. Ég sótti í þessar hefðbundna akademi til Hollands og Þýskalands og Enskede og Maastricht og Svíþjóðar og svolítið hipsumhaps. Ég ætlaði bara að pota mér áfram í framhaldsnám. Og þetta voru hefðbundnu leiðirnar, kennara og samnemenda og vinna og ég fekk allstaða nei og ég vil ekki segja að mér hafi létt en það gaf frelsi á einhvern annan draum sem hafði búið með mér í fjöldamörg ár og það var bara að prófa að vera í Klaustri án þess að ætla að vera það alla ævi og bara aðtöku hvernig það væri kannski að fá viss að fjallað frá heiminum annan vingil og vera nær fólki sem væri að leita að sömu spurningum og ég hvað það væri að vera maður, hvað gæfi lífinu gildi og af hverju. Þetta er svona stóra grunnbúr. Og lifðir eins og nunnunar.
Nei, ég myndi ekki segja það. Þannig þú varst eins og gestur? Ég var gestur, en ég var ekki á svona pensjónati sem að margar reglur reka í heiminum. Þær voru svolítið hissa á að ég vildi vera þarna hjá þeim. Þetta kom til með sérkynlegu leiðum að abbadísin yfir þessari reglu, fransísku reglunum, var stödd í Reykjavík í 2 daga og þess að 2 daga var ég að fallast eftir því á kaþólsku kirkjunni hér, hvort þeir getur pútað mér inn í eitthvert klaustur, sama hvar var í heiminum. Og hún segir, ég hitti hana og hún segir, komdu bara til okkar, ég veit ekki þér áttur að leiðast, en við erum í Róm að það er nóg að skoða. Þannig að það var við komum okkur saman að ég myndi bara hjálpa til við almenn heimilistörf og síðan myndi ég bara fá að mála í vinnustofu sem þær voru með uppi á efstu hæð í 4 hæðari, þess að stóra klaustri, mörg hundru nunnur frá öllum mögulegum þjóðum og heimsóknum. En það voru 5 nunnur að mála þar og ég fekk að vera með þeim. Mér fannst þetta alveg æðislega hressandi. Má ég spyrja, hvað voru þær að mála? Sko, flestar voru að mála miniatúra fyrir páfan sem gjafir við heimsóknir, en svo var ein að mála rússneska íkona, orthodox íkona. Hún var á skjön alveg við það sem kaþólska kirkjan í rauninni vill, því þau eru ekkert höllundir orthodox listhefð. Kloppaði kirkjan fyrir löngu síðan og hefur ekki tekið það saman hann aftur. Já, nei. En þetta klaustur inn í Róm, þannig að þær eru að þjóna Vatikaninu. Já, að hluta til eru þar það, en að mestu leyti eru þar sjálfstæð eining. Þetta er miðstöð fransísku reglunar í öllum heiminum og á þessum tíma voru það 9.000, ég veit ekki hvað eru margar í dag. Þannig að þetta var yfir abbadísin og allir helstu stjórnendur og þarna voru haldið námskeið og það var hægt að segja þarna hvíld fyrir nunnurnar. Þannig að þetta var svona móðurstöðin þeirra. Svo voru þær í einhverju tengingu við Vatikanið, en það voru aðra reglur sem sáu að klappa því dæmi öllu, en þær voru flinkar og gerðu þessa miniatúra sem að fóru til páfans. Og þú sinntir heimilistörfum og fékkst herbergi og vinnustofu, en vaknar ekki í, hvað heitir það, tíðarsöng? Jú, ég vaknaði 5 á morgnana? Einmitt, ég vaknaði klukkan 6 fyrst og ætlaði nú aldeilis að kynnast þessu öllu saman og dreif mig niður í kapelluna. Það var yndislegt að vakna við sönginn og bjallurhljóminn. En ég fann bara mjög fljótt að þetta var ekki mín leið og það var óþarfi og þær vissu það vel og hvöttu mig til að lifa bara mínu frjálsa lífi þarna. En ég fylgdi þeirra reglum, við borðum á sömu tímum og þær tókum mig smátt og smátt með inn í margvíslegt skemmtanahald sem þær höfðu innanhús sem var fullkomlega ógleymanlegt og bráðskemmtilegt. En svo hvernig skemmtanum þær kenndu mér nú í fyrsta lagi að drekka rauðvín og hvítvín og skildu ekkit í því að ég var ekkit að þykja þær veigar, sko, þó þær færi nú ekkit yfir strikið. Þær voru með danskvöld, söngkvöld og grímuböll. Það var stórkostlegt að vera með þeim á grímuballi. Þær voru algjörlega ógleymanlegar. Og búningarnir og natnin sem þær lögðu í búningarna sína, það voru nokkri páfar og prelátar og biskupar og rauðhettur og úlfar og eitthvað sem ég skildi ekki, en það var óskaplega gaman. Í rauninni fannst mér ég vera brosandi þarna í 9 mánuði með þeim, því það er smitandi að brosa ef allir eru brosandi í kringum hann. En þú sagði það að vilja fara í klaustur það sem að væri fólk eða þá konur, ykkur svona svipari leit, en það var ekki þannig að þær voru að leita ykkur allt öðru. Hverju voru þær að leita? Þær höfðu nú fundið ljósið kannski á sína leið, sko með kaþólsku kirkjunni og áherslur sem þær voru sáttar við túlkunaratriði á guðdóminum og Jesú, Maríu og Guði almáttugum og svona syndahugtakinu og þessu, ég skynjaði þetta frekar en það að ég hafði þörf fyrir að leggjast í mikla orðræðu það. Þær voru mjög önnum kafnar en við gáttum svona talað aðeins í og úr og þær vissu að ég kom frá samfélagi þar sem í rauninni eins og þær sögðu eiginlega engin trú var í gangi, það var svona lútersk kirkja en sem þær báru svona ágæta virðingu fyrir, en fyrir þeim var þetta ákveðlega skýrt hvernig þetta átti að vera allt saman. En þær skynjuðu það og heyrðu að ég var mikið fyrir bara frelsi og sjálfstæði konunar og manneskjunar og að ég væri að
sátt við mína leit. Það myndi ekki hvarfla að mér endilega að giftast eða samþykkja feðraveldi á nokkurn hátt. Ég sagði líka við hvernig nennið að þjóna prestinu sem kemur hérna og þeir eru 12 að hlaupa í kringum hann á sunnudagsmorgni þegar hann fær sér kaffi eða morgunverð eftir messu en þetta er náttúrulega bara tuð í mér og svona Hverju svöruðu þær? Það sögðu að ég megu við það ekki hann er svo glaður og við erum glaðar með þetta dýpra en þetta, jú við sumar gat ég auðvitað talað það og þær segðu þetta samt ekki stóra málið. Stóru málin bara hvernig heimurinn stattur og ójafnvægi í heiminum og hatur sem gildir. Okkur í raun alveg sama hvað þín trú heitir. Niðurstaðan alltaf svo sama, getum við komið að gagni og erum við til góðs. Við vitum ekki hvort að við erum með réttasta svarið, en það virkar fyrir okkur núna. Að þjóna öðrum. Já, sem Að þjóna öðrum. Já, þjóna öðrum. En þú segir eins og þær hafi fundið leið og stundum hefur þú fundið ykkur leið en svo bara dugðu nú ekki lengur. Þannig að þú þarft að fara aftur að leita ykkur leið og það lítur að eiga það sama við þær. Það ekki, líf nunnunnar er ekki svo einfalt að hún allt í einu bara 17 ára bara sjá í ljósið og það kom alls konar tímabil þar sem hún efast og varstu eitthvað var við það? Algjörlega. Þær hefðu nú aldeilis verið ánægðar að heyri þér núna. Því þær sögðu ef þú vilt eitthvað tala okkur þegar þú ert komin út viltu þá reyna að koma þeim skilaboðum til skila við breytumst ekki neitt. Það sömu manneskjulegu stríðin innanhús, sama leitin, sömu efasemdirnar, sami stuðningurinn sem við þurfum á að halda í bara að halda trúni og fást við efasemdir. Klæðum okkur ekki úr mennskunni. Já, nei. Það voru nunnur sem hættu á miðri leið eða eftir 20 ár og það bara fullur skilningur á því að fara annað. Þetta ekki auðveld leið. Þetta það ekki. Og það eru sömu krísurnar og það sem að blasi við því að vera bara manneskja þarna innan hús á nákvæmlega samanhátt. Í samskiptum milli þeirra maður sér að þetta alltaf sama, það breytist ekki neitt. En nú eru færri og færri konur sem að velja þessa leið. Já. Og mörgum klaustrin eru bara orðin eins og ætliheimili og hjúkrunarheimili. Já. Ég held að klaustri hérna eru þannig einhver leiti, það er nú einhver endurnýjun líka. Jú. Það aðra reglur að koma og svona? Það eru aðrar, það kannski meiri endurnýjun í þeim heimsálfum þar sem konur eru sjálfstæðar og líður betur í klaustrum heldur en utandira. Þetta kannski leita skjóls í klaustrum. Já, leita skjóls og þessar nunnur hafa verið mjög virkar í þjóðfélaginu þar sem þær eru ekki beinlínis með trúboð heldur koma og starfa sem læknar og kennarar og hjúkrunarfólk og það á Indlandi, Suður-Ameríku, Kína og þurfa að berjast fyrir því að fá að vera þar og þær reka kannski barnaheimili, taka við börnum af húrahúsum og ala upp og mikið af þessum börnum eða ungu stúlkum hafa ekki neinn hús að venda og þær verða nunnur. Ekki allar, ég ekki að segja að þetta séu allt konur með þessa fortíð en þær komu mikill í fátækt. Og það algengt í bara það sem eru barnaheimili að börnin, þegar þau alast upp að þá taka þau að sér ykkur störf á heimilinu og tengjast heimilinu áfram því að þau lifa náttúrulega í samfélagi sem að fjölskylda skiptir máli og þetta eru einstæðingar sem eiga erfiðleikum með að lifa utan einhverja tengsla og þar leiðandi eiginlega endurnærir heimilið sig að einhverju leiti með þeim sem eru að hjálpa. Já. Það þannig og mörgum tilfellum var ekki einu sinni fjölskylda ræða. Þetta voru munaðleysingjar heimili og bara börn á götunni hreinlega eins og á Indlandi. Þannig að fjölgunin innan kaþólsku kirkjunnar leiti klaustur sennilega mest frá löndum með þessar kringumstæður en Vesturlöndin þar þetta bara hverfandi. Pólland, það var gríðarleg aukning þegar Jóhannes Páll varð páfi sem pólskur. Súperstjarnan í Pólandi. Súperstjarnan og þær komið þarna alveg í hrönnum, unga stelpur og sama aldri og ég og það var mjög gaman að spjalla við þær ætluðu ekki minna en að bjarga heiminum. Það var alveg rosalega kraftur og ástríða.
sem fylgdi þeim. Sem var í kringum hann, sem ég held að veit ekki alveg hvort að það sé ennþá. Hans páatíð er ekki, það er ekki eins bjart yfir henni eins og menn vildu afvera láta á þessu tíma. Já, þetta var kannski í upphafið. Þarna var hann bara búin að vera í nokkur ár, búið að skjóta hann og hann komið til einhverjar heilsu aftur og svona í miklum hávegum, en eldri nunnurnar segðu hann er líka íhaldsamur. Þær voru orðna miklu mýkri og skýrari á þetta. Hann er líka íhaldsamur og það er ýmislegt sem voru komna lengra með sem við þurfum að bíða með. Þetta er líka pólitík. Herðu, þegar þú segir að ég ætla að fara í klaustur, var það eitthvað svona, eitthvað að reyna að telja það ofan að því og þá þótti þetta að vera stór ákvörðun? Ég bara sagði pabba mömmu frá þessu og svo fór ég bara hef ekki hugmynd. Og fólk hefur kannski sagt bara að ég ætla að gera eins og Laxness fór í klaustur. Jú. Og ég las bókina hans, Hvað fann hann í klausturinu? Hvar var hann? Hvað fann hann í klausturinu? Já, það er eins gott að spyrja hann að því. Ég held hann... Það er svo seint. Já, ég las bókina hans og ég skildi margt. Þetta var svona ákefð að leita svara við spurningum lífið og tilgang og... Þú hafði sama ákafan en þegar þú kemur í klustri þá ert ekkert svo mikið að spyrja þær. Nei, vegna þess að ég hugsa að mín leið til dæmis er að önnur en Laxness að því leiti að hann tjái sér ritað strax. Hefur skoðanir og öllu, pælir, segir frá öllu. Ég skrifaði nokkur undir blaðsína dagbók sem var nú meira fyrir mig til að taka niður sögurnar sem mér voru sagðar. Sem að verður gefin út sérna? Nákvæmlega alveg eftir 2000 ár. En ég er miklu færari á að skynja það sem er ekki sagt og bara andrúmsloftið við mataborðið, til dæmis matsalinn er rosalega stór og þar eru kannski mörg hringborð með 12-13 konum inni sem er að borða og frá Suður-Ameríku, frá Skotlandi, frá Bretlandi, frá Spáni, Portugal. Það var mikið hlegið á borðinu frá Spáni og Portugal. Þannig að fólk rottar sér saman? Já, rottar sér saman, það er talað sama tungumál. Og ég mátti vera á öllum þessum borðum. Og þú veist, maður læri smátt og smátt með því að hlusta hverjar áherslurnar eru. Ég kannski talaði mest við þær sem sögðu fæst og voru stjórnendur. Mér er mjög minnistætt samtal sem ég átti við konu frá Sri Lanka og mér fannst þær og Filippseyjum, þær voru mjúkvitrar og sögðu fátt en það var þeim dýpra. Og það miðaði alltaf mildi og skilningi og fordómaleysi að allt væri Guðs vilji og þær væru ekki ósamþykkar neinu en því sem skaðaði fólk. En þær væru að læra og opnar fyrir öllu sem ég sjálf gat samþykkt að vera opin fyrir. Ég sá til dæmis þær voru með eldhús fyrir fólkagötunum, mikið að eiturlyfjaneytendum og fólk sem átti í miklum andlegum erfiðleikum var velkomið þar inn. Og fekk besta matinn, þær fengu ágangana hrærða í svona einhverja stews eða kásur. En það þurfti rimla og svona sterka verði þarna inn líka. Og þær segðu, hvað vitum við óhamingju annars fólks? Við erum bara þjónendur. Já, það er þjónustan sem þær lögðu mest upp úr. Og ef að ég kom fram með hugmyndir það að ég geti aldrei hugsað mér að beygja mig undir feðraveldi sem þær var að beygja sig undir og þess að við skiljum það. Þú kemur frá Íslandi, auðvitað gerir þú það ekki. Fyrir okkur gefur það, eða þessar sem töluðu frá þessum heimsluta sem var Filippseyjar og fleiri heimsálfum, gefur það okkur frelsi til að hafa meiri ákvörðunarétt og láta meira til okkar taka í þjónustu við lífið og aðra sem eiga sárt að binda og það heiti bara þetta, kaþólska kirkjan og við erum bara hér. Trúar sannfæringin er svolítið sérstakt að hún kemur kannski og fer þegar fólk er í styrkleika þá dofnar yfir henni ekki satt. Svo fyrir við veikleika á einhvern nátt, verðum veik, áföll, krísa, þá þurfum við meira á því að halda og þá leitum við til kannski trúarinnar eða æðri gilda sem stuðning sem réttur okkur af og styður okkur í gegn. Svo við erum ekki ein. Trúin er ekki bara hækja til þess að nota þegar við erum veik. Nei. Hún er líka til þess að styrkja okkur eða umbreyta okkur svo við verðum heil. Eða þú veist þegar við hvernig orðar það, eða þegar sá eða sem fórna lífi sínu mín vegna sem er eiginlega að drepa egoið í sér. Hann mun öðlast
eitthvað annað, sérst að ef þú drepur þig, kæfir ego í þér, þá rýstu upp í, sko, þá áttu stærri en það bara ego myndi ekki geta orðað þannig, af því að ego deyr, það deyr. En hugmyndin svo að þú verður stærri og sterkari fyrir trúna líka. Og orðvarari og mildari, ekki satt? Sem þannig að því að ego ekki þarna. Egoið, sko... Þess vegna er svolítið erfitt að nota þetta stærri og meiri og svona, en því að það er svolítið svona ego-hugmyndir að verða meira í drottnunnar. Kannski er þetta líka pínu karlæg, með fullri virðingu, Gunnar Smári, pínu karlæg leið að segja að drepa egoið, stærri, sterkari, vegna þess að nunnurnar hefði sagt, þú drepur ekki eitt né neitt, þú umfaðmar egoið, þú lærir að elska ég, kvíðan, ángistina og verður vinur þess og finnur það fjara út í faðmi æðri gilda sem er Kristur. Skilurðu? Já, setur það svona í mjúka voð og setur það í aftursætið og leyfir því að hvílast. Þannig að truflið ekki of mikið þessu út af það. Já, og hafa skilning á því og vinna með því, frekar en að afneita og vilja drepa og setja hörku á það. Að þér hafi mistekist og þetta sé af hennu illa, það sé svo mikið ego. Fyrir mér er þetta allt sama gamla erðarsindar tuðið og röflið. Að því það þarf að umfaðma þetta allt saman. Taka þetta allt í hjartað og skilja það betur. Þess vegna held ég líka að eldra fólk verði orðvarara og skilningsríkar og kannski þögulla, af því það er búið að fara marga hringi. Já. Og getur elskað einn breyska mann. Já, í sér. Í sér, þetta sem við erum bæði englar og djöflar. Já, já. Og við getum ekki, það er ekki áherslu að það verðum að ná utan það saman, en ekki tíkna skári hlutan og forsmá hinn. Já, einmitt. Og þetta þakklætið er góð leið til þessa, því að þetta er nú satt að segja spurningar sem ég velti mikið fyrir mér áður en ég fór í klaustur og meðan ég var barn og var mikið rætt á mínu heimili. Það var mikill áhugi fyrir þessum bæði andlegu málum, myndi ég segja, sem fengu form í trú. Foreldrar mínir voru trúað fólk og komið frá mjög trúræknum fjölskyldum, mamma á Svíþjóð og pabbi á Íslandi, en það var ekki endilega formið sem laðaði heldur bara kjarninn og þessar eilífu spurningar sem við höfum verið að tala um. Þannig að þess vegna segi ég hafi farið nokkuð mótuð í klaustrið. Eins var ég búin að vera í lífsýn á skólanum og mikið í kringum Erlu Stefánsdóttur, þar sem hjálpaði mér að leysa upp öll kerfi, stofnanir, orð og leita hennu ósagða á bakvið öll trúabrögð, og það er kannski sú leið sem hentar mér best, að finna hvað við eigum sameiginlegt, frekar en að finna einhver loka svör. Ég held við eigum í mesta basli með það í dag til dæmis. Ég held að eins og heimurinn er í dag, þá er svo greinilegt að það er það, samtalið er það eina sem býður okkar. Vegna þess að ertu tilbúin að fara í þetta þegar ég var skellt um það? Já, það er því að sko sýningin heitir Ósagt. Og þú ert að tala alltaf um eitthvað sem er handan orðana. Já. Og núna ert að tala um samtalið. Einmitt. Og þú ert með liðugan talanda, þannig að þú getur alveg talað. Já. Og samtalið í þínum huga er þá líklega það að við höfum að tala saman. Já. Til þess að ná utanum það sem við getum aldrei orðað. Nákvæmlega. Það er þetta var svolítið þolinmæði til þess. Jú. Og þú ert að sætta þig við það að heimurinn er svona síkvikur og þú finnur aldrei niðurstöðuna. Nei. En við lifum ekki alveg í þannig heimi, við viljum í heimi svona quick fix og við viljum helst sko ekki að setja okkur inn í hlutina, heldur viljum bara fá niðurstöðuna, fá að velja kannski 2 kosti. Já. Það er einhverja stemmingi sem er núna sko. Já, ég skil hana, við skiljum það. Það hjálpar ekki að berðast með og sko þess að finnast maður skuldugur eða hafa bera ábyrgð á hörmungunum í heiminum. Það eina sem að maður getur gert er að vera virkur og jákvæður og lifa eftir innri sannfæring og gildum eins og maður getur best í sínu nánasta umhverfi. Og síðan fylgjast með, sjá hvað það er, skilurðu. Eins og Jane Goodall sagði bara act globally.
að taka eftir hinnum stóra samhengi en akta eða vera virkur í nærsamfélaginu. En þetta er samt algjör skellur og áfall fyrir mannkynið að upplifa núna hvernig allt að fara til fjandans og maður getur ekkert gert. Og þetta allt að gerast núna í beinni útsendingu og öllum miðlum, allstaðar fyrir alla, börn, unglinga, alla í fréttamennsku og maður getur verið með margar fréttastöðar í gangi, hverju á maður að trúa og þetta eru svo stórar nýjar spurningar þar sem allt svo ógnar nálægt manni en á sama tíma í svo mikilli órafjallað líka í huganum að getur ekki treyst hvað satt. Þú veist, og svo sér maður þessar myndir sem eru ólýsanlegar og keyra inn áföll bara hjá öllu hugsandi fólki. Ég held að þetta sé alveg gríðalegt áfall sem við erum að upplifa með Gaza og líka í Úkraínu. Svo ekki sé talað lönd þar sem einhverjar hörmungar eiga sér stað sem við komumst ekki yfir. Og hvernig eigum við að yfirvinna þetta með öðru en einhvers konar samtali? Því það eða eina sem virkt, það eitthvað samtal eða skortur á því. Áfallið það að sko öfugt við það sem við kannski heldum að þá heimurinn ekki að skána heldur hann að versna. Eða opinbera sig aftur. Það var hugmyndin að við værum í sögu þar sem við værum á leiðinni til aukinar mannúðar og fríðar og mannvirðingar og svo allt inn hrökkum við það að við erum bara þveröfurleið. Nákvæmlega. Og þetta snúast nú síðustu verkin á sýningunni og ég leita í abstraksjón því ég fekk bara svolítið nóg af kjellingunum eins og svona minn sagði, þetta ekki verða gott? Og satt að segja ég fyrir gríðalegum vonbrigðum eins og allir aðrir með hvert við stefnum eða hvað í gangi og hef haft mikla þörf fyrir að gera þessar ósagt stóru abstraktmyndir með miklu glimmeri af því það alltaf verið að skamma mann fyrir eða jólst uppi það í myndlist það mætti ekki nota glimmer nema bara lítið það væri kids og bara passa sig og hafa það lítið þannig ég sem með mér ég nota bara nógu fjandi mikið að því, ég klára byrðirnar hjá Temu í Kína, bara pantaði þetta allt stórar flögur og þrusaði þessu yfir myndirnar. Og ég sá þegar þetta var komið yfir að þetta var þörf fyrir gleði, ærsl, stelpuorku, einhverja von mögulega, en þetta brotin heimsmynd, þetta eins og broti gler. Og það í rauninni eins og þetta komi utanfrá, þetta eru kraftar fyrir utan í jörðina eða séð upp eða inn á við. Þetta laust við allt sem við þekkjum sem fíguratíft eða eitthvað sem við getum haldið í. Og ég skynja hjá sjálfurinn mér alveg gríðarleg vonbrigði í þessum verkum og örvæntingu. En glimmerið, hvað segirðu? Hvort það stelpuorka og eitt sem að gæti verið fram yfir hörmungum að þá ber okkur raunverulega að fagna lífinu. Við erum að lifa lífinu, njóta lífsins sem við höfum. Það var eitt. En svo segir líka að þetta sé svona omanfrá og hvort þetta? Einmitt, glimmerið svo kraftmikið. Það gefur einhverja gleði og sem tilheyrir þessum gleðskjarna heimi og bara okkar nærveruleika. Ég held að mjög margir finni það þegar horfaðarnir bara, vá, hvað þetta fallegt og þetta æðislegt og gerir mig glaða og káta. En svo þetta í þessum verkum þetta oft á móti einhverju öðru sem togar í það vekur eitthvað samtal og það þau eru öll þannig ósagt 1 upp í 5 að þetta eru einhverja stærðir sem eru með einhverju glimmeri í einhverjum stórum veruleika eða hafa einhverja stóra heimsmynd í kringum sig og ég upplifa það eins og bara tengsl forms og einhverja sagnar við stóran veruleika sem bara algeimurinn hvorki meira en minna. Þannig að þetta eru kraftar sem eru að koma að jörðinni eða að mér eða að okkur og kraftar sem eru að mætast og ég veit ekki hvaða kraftar þetta eru. Þetta kannski þetta samtal sem ég þrá að verði eða eitthvað sem óumflýjanlegt og ég hef alltaf von að sjálfsögðu. En þetta eitthvað sem þarf að horfa. Svarið þessu. Já, og við sjálfsvörum. Tökum það. En það eru önnur abstraktverkana sem eru svört og rauð. Já, þessi frammi. Frammi og ég held að það eitthvað inni líka sem eru svo, það er ekki alveg svona kvössformin, það er svona meiri svona bógadregnari hérna.
En líka já. svona svört og rauð. Já, þessi svört og rauð, þau voru svolítið skrítin. Já, Einhvern tímann, kom óvart. já, einhvern tímann byrjaði ég bara með þessa 2 stóru brúnu striga. Ég gerði 30 verk fyrir þessa sýningu, ný verk. Ég vann stöðugt og stór verk, það var gaman en krefjandi. Að þá var ég með 2 svona brúna stóra striga sem ég stilti upp og mér langaði að sletta. Mér finnst rosalega gott að sletta verkum og hella á gólfinu, vera ekki að nota penslana, losa mig úr þessari fagurfræði, losa mig úr haustnum á sjálfur mér og öllum hugmyndakerfum sem að ég stundum svo yfirböguð af í samtímalist. Þó ég tala ekki gegn því, þá hef ég bara mikla þörf fyrir að leita á önnum mið. Og ég hendi rauðri málingu á þetta aftur og þetta leit út eins og risa aftaka í vinnustofunni. Það var rosalegt að sjá þetta, en einhver fróun, því það verður einhvert viðbragð hjá manni að vinna svona. Svo geymi ég þessi verki einhverja mánuði og hugsaði með mér vantar einhver form á þetta þar sem það er eitthvað samtal á milli verkana. Og það fæðist þetta möndluform eða hvort fólk getur kallað þetta sköp eða píku eða auga, en mér finnst þetta að vera arkaískt form eitthvað op sem gengið eða farið í gegnum eða hvílst í, og það myndast samtal á milli þessara forma sem þá eins og bara aftur og aftur, að við erum aftur og aftur að lendi í því sama, leiti í því sama. Það ekki aftur og aftur. Hún heitir aftur og aftur, það heita það. Það þú komið fram, sko, það var líka annað rautt verk hérna nær kaffestofunni. Já. Það heitir bara rautt, eða ekki? Þau eru bæði rauð og svört. Þetta er svona samtal fól sem á í átökum og er svona svífandi teikning. Þetta er bara skissa sem ég gerði þegar ég var í uppgjöri eftir langan og sásökafullan skilnað, og það var mikið svona tók á milli fóls og samband og kveðjur. Og það er líka, eru saumaverkin inni, þar sem ég vinn bara beint út frá þessum teikningum. Já, þetta eru bæði teikningar þarna frammi sem að mér eru mjög kæra. Fólk segir bara, við kannt ekki teikninu, sem teiknar og teiknar módel og svo er þetta alveg rosalegt. En þetta eru svona tilfinninga árekstrar og... Það eitt verkið inn í salnum er hérna, ég er að deyja, ég er að deyja, ég er að deyja, Já. Ég er að deyja, ég er að deyja, og þú saumar þetta út. Já. Svolítið svona þrástagslegt. Já, sko... Hvernig líður hérna listamanninu sem er að sauma þetta út, ég er að deyja, ég er að deyja, ég er að deyja, ég er að deyja, ég er að deyja. Ég geti haldið áfram að þetta er líklega kannski svona 200 sinnum. Já. Nei, kannski svona 120 sinnum. Eins oft og kemst fyrir á streganum bara. Hvaðan kemur þetta? Hvað er þá? Já, það er bara mjög skemmtilega að saga vegna þess að ég á svo lítið í þessu verki. Það er í rauninni dóttir mín sem á unglingsaldri, svona undir tvítugt, var í innri átökum eins og er mjög hollt og gott, og ég sagði við hana ef að það er eitthvað sem hjálpaði, skrifaði hérna á stórt blað, sko stórt blað með bara stórum penna eins og þið líður, láttu blaðið hafa það. Og hún satt á gólfinu og skrifaði þetta og ég fylgdist ekki með, en séð þetta á eftir og hún ætlaði bara að losa sig við það, eða ég sá þarna alveg kjarnan líki því sem ég er í rauninni að fást við. Maður er alltaf að deyja og fæðast til einhvers nýs. Og skrifa hún, ég er að deyja, ég er að deyja, ég er að deyja. Endalaust, ég bara kópir þetta. Þetta er verkið hennar Melkorku, en ég fekk leyfi hjá henni að sauma þetta út og ég hafði opið hús föstudaginn langa og leyfði fólki að koma og taka þátt í því að sauma út ég er að deyja, sem var mjög skemmtilegt. En ég sá tenginguna við þetta við hvað ég hef verið að gera, og ég var auðvitað að byrja að vinna þarna textaverk og strax eftir að ég er að deyja er búið, þá saumaði ég jafnstórt verk þar sem maður, þú ert svo dugleg, sem er jafn íþykjandi og drepandi. Þá ég að deyja meiri léttir í því, ekki satt? Og dugleg er það sem er verið að pína konur með, frekar heldur en okkur kallana. Kannski, og konurna pína sig með. Herðu, þú sagði að hérna hefur verið svona tókstyrtað með að þú varst að skilja. Já. Er ekki gaman að skilja? Nei, það er alveg ferlega sárt. Þó að ég í báðum tilfellum hafi verið svo sem óskaði eftir því vegna þess að það var bara komið að þeim punkti, þá er þetta alveg gríðarlega vonbrigði og sorg sem að maður þarf að fara í gegnum.
Þó það fylgir því léttir að hafa tekið ákvörðun og valið leið sem að maður álítur að sé betri fyrir mann sjálfan. Þá stóð þetta. Það ekki þannig að annar fari valhoppandi burtu og hinn verður í sút. Nei, og ég held að sorg og átök þess sem tekur ákvörðunina oft vanmetin. Það nú þannig, þetta ákveðið sorgarferli, þetta tekur nokkur ár að vinna úr ýmsum lögum tilfinninga sem eru undir. Ég hef lagt áherslu á að vera í góðu sambandi eins og hægt við þessa menn sem eru mér ákaflega kærir og hafa gefið mér mikið. Eru inspirasjón líka í mörg verk sem að maður gerir, eins og þessi kveðjuverk eru mér ákaflega kær. Og við erum í góðum samskiptum. Það er barsföðuðinir? Já, fyrri barsfæðið minn. Ég á 2 börn með Brian. Það verður nú að halda sambandi við... Já, það gengur ljómandi vel. Við erum góði vinnir. Hann býr skamt frá. Þetta billegra áhættu minna að klippa á samskipti við það sem ekki börn. Já, samt þetta ekki svona einfalt, skal ég segja þér. En manni hreinlega ber ákveðin skylda þegar það eru börn að leggja sig allan fram. Og ef maður í vafa eða í tilfinningunum reiðu uppgjöri, þá bara færi maður fókusinn reglulega hvað kemur börnunum best. Það hjálpar. Síðan getur maður átt þann prósess við sjálfan sig og unnið úr honum óháð börnunum. Því að samskipti foreldra eftir skilnað eru börnunum svo ógnar mikilvæg. Og þar ekkert verið að segja eitthvað ósatt, maður bara vandar sig. Talar að virðingu foreldri barna sinna og vinnur á sem einfaldastan og jákvæðastan hátt að samskipti gangi vel. Það alveg hægt, en það gengur auðvitað, það miserfitt. Láta þau snúast það sem að skiptir máli, en ekki vera... En í seinna, eins og í samböndu þar sem gengið út frá tilfinningu sem eru líka mjög sterk, það ekkert samband eins. Það nefnilega, og hann bjó í öðru landi og þetta voru 18 ár. Þetta var líka svolítið mikið draumurinn og gríðarlega margar sterkar ógleymanlegar upplifanir þar sem að maður fór í sálardjúpinn og upplifði stórkostlega hluti og maður sér þetta eftir því að hafa ekki getað haldið því til streitu og áfram. En maður þakklátur fyrir að hafa elskað og gert allt og að hafa elskað og verið elskaður. Já. Og síðan geta haldið áfram að elska en á annan hátt og verið þakklátur fyrir þann tíma sem var. Þrátt fyrir allt því að ekkert hef ég vákvað maður læri mikið á skilnaðum. Stundu þegar fólk lendir í ykkur þá kemur svona hugmynd svona, furðulegt hvað illa undirbúin undir þetta skilnaði. Já. Líka þú segir að báði foreldreinni fannir og kemur maður finnst maður að vera illa undirbúin að annast veika foreldra sína. Akkur var ekki sagði mér hvað þetta þegar ég kem inn í það. Og líka kemur öllum óvart held ég hvað að missa foreldra sína hvað það hefur. Það er mikil áhrif á mann og þú veist að en sem að við skilnaði og fleira, það ekki hægt að segja alveg að fólk ætti að koma með óvart því það eru bara heilu, ég held að 78,9% öllum countrylögum fjalli skilnað. Það eru heilu bókasettur þetta. En samt kemur þetta svona fólki kemur fólk alveg blankt að þessu maður er alveg hissa hvað þetta og maður er svona að reyna að greina hvað þetta nákvæmlega maður er náttúrulega yfirgefa framtíð sem að maður átti með einhverjum öðrum og hún farin sem að var framtíðin mín þannig ég þarf að búa mig til nýja framtíð og alls konar svona hlutir, ég ekki að segja þetta sé eitthvað aðalatrið en bara kemur maður óvart hvað þetta hvað maður vitlaust þegar maður mætir þessu. Já og það stórkostlegt, lífið bara oft en all countrylögin og fleira akkur búaðu ekki mann undir þetta. Þau gera það. Þau gera það og vissan hátt öll þessi áföll ekki hægt að læra á bók eða fara á námskeið vegna þess að maður fattar þetta ekki eða upplifir þetta ekki fyrr en maður lendir í þessu eins og með bara veikindi og áföll. Þetta áfall. Ég ætla samt að vitna í hana Kristínu að countrylögin að ég ekki alveg að hæðast þetta en það eru margt fleira sem annað. Það sem að fólk einmitt að reyna orða hið ósagða til þess að við séum þegar við hittum þetta þá séum við ekki alveg svona á gati. Ég sammála þessu. Þetta skilar árangri öll umfjöllun og tal
erfiðleika í lífinu, hvað það er bara stundum erfitt að vera manneskja, að það eykur skilning á því að maður gerir þetta ekki einn. Við erum í samfélagi og countrylögin og allir meðferðarhóparnir og vinirnir og allt þetta samtal sem þarf að eiga sér stað. Maður þarf að leita stuðnings og vera þiggjandi af því góða í lífinu. Maður játa sig sigraðan og veit ekki svör, en þú heyrir að það er verið að hjálpa þér frá ótrúlegustu stöðum og þú er að hlusta eftir því. En það er sumt sem að maður var bara verður að gangi í gegnum sjálfur. Þetta eru prófrörinir, en það hjálpina er að fá út á kantinum. Þetta er svona fótboltavellur. Þú bara gerir þitt besta, svo er pepp á línunni. Svo er þetta líka áhugavert. Það getur áhugavert að bara halla sér svolítið aftur og fylgjast með sjálfum sér gangi í gegnum ákveðin tímabil. Það er ekki eins og maður þurfa að laga allt, sko. Það er ekkert að því að vera með svona allt í einu séu eitthvað svona aðeins dimmara, dýpara fljót sem að rennur í gegnum mann og það er maður sömulítið stækka maður bara sem manneskja við það. Já, á öllu leyti. Má ekki kæfa allt, sko. Það má ekki og það má ekki halda að bara með því að vera að hamast í hjálpar meðulunum, það getur það hjálpa líka, en maður verður að gefa sér næði í því að taka tilfinningarnar út. Og það eru dýfur og reiði og sorg og allt þetta. Og þær grinnast eftir því sem, eða hægist á sveiflunum eftir því sem tíminn líður. Og maður verður bara að lifa í sátt við það að bera þessi ör og sár. Og vera í nokkrum tilfinningum á sama tíma. Það er nú bara þannig. Svo á endanum flýtur maður á fljótinu sem maður sökki í áður. Já, einmitt. Eitthvað svolítið. Herðu, ég er hérna með svona félagsfræðilega rannsóknir að vera borðið. Ég spyr fólk alltaf hvenær mann fyrst eftir sér. Hvenær fólk mann fyrst eftir sér. Já, ég mann fyrst eftir mér í Kerru, í kjörbúð Kea á Byggðavegi á Akureyri með mömmu. Hún var að borga á kassa og ég sit í Kerru og dingla löppunum. Hvað er maður gamall, 2? Og mér fannst allt æðislegt. Ég var í svona beisli og horfi út. Ég man vel eftir þessu. Fallegt veður eins og alltaf á Akureyri? Já, það var fallegt veður og ég man eftir fötunum sem ég var í og prjóna svona gammos í einhverjum hnaustykkum og ég var með feita stuttafætur og í ljósblári svona vaktiraðri einhvern veginn úlpu. Ég man mjög margt úr bernskunni og mikið af svona sterkum tilfinningum. Að mörguleiti finnst mér ég ekki hafa breyst mikið frá því ég verið svona 3, 4, 5, 6, 7. Þessi ár voru bara mjög mótandi. Ég ólst líka upp við það að það voru veikindi heima og pabbi var með sykursýki og það stóð stundum svolítið tæft að það þurfti að hafa mjög gott skipulag á mat og hreyfingu og ég þróaði með mér mjög sterkt ábyrgðakerfi sem að ég þurfti að vinda ofan af eftir því sem ég vorði eldri vegna þess að ef að þetta fyrirkomulega gekk ekki upp eða ef hann gætti sín ekki sem hann gerði frábærlega en þetta er nú bara mennst og ef að skipulagi gekk ekki eða farið eftir því þá bara gat hann dáið á 1,5 klukkutíma. Það var bara mjög drastískt. Það var ekki bara að sofa úr sér, bara maður myndi gespa gólunni þarna. Þannig að það voru margar tilfinningar sem tengjast bara við þessum áföllum og líka lærdómur að sjá hvernig foreldrar mínir tækluðu þetta af svona ákveðinni jákvæðni og gleði og trausti sem ég lærði. Þannig að ég ber það með mér einhvern veginn þegar ég mæti sjálf áföllum að ég upplifi mig ekki eina þó ég sé ein. Þá er eitthvað traust þarna inni að það er einhvern veginn, hlutunum er vel fyrir komið í grunninn en við erum óttalegi maurar og rekunst á sundur og saman í þessu lífi en það er eitthvað fyrirkomulag og kærleikur sem býr undir og Guð sér mig. Treystu honum. Þá er þeirra búin að svara hinni spurningunni sem ég spyr alla að. Það er hérna hvort að þú hefur upplifað þegar þú komst í heiminn að þú værir elskuð og velkomin. Já, mjög. Ég átti systur við erum 3 systurnar, elsta systir mín er 8 árum eldri en ég og miðsystirinn fæðist mjög veik og fötluð og deyr ári eftir að ég fæðist og vissulega var það kærkomið fyrir foreldra mín að eignast heilbrigt barn. En það litaði mjög þessi fyrstu ár veikindi miðsysturinnar. En við vorum allar jafn elskaðar og dáðar. Já, ég var
elskuð og dáð og það hefur aldrei breyst. En getur þú sagt mér frá pabbaðinum? Já, sykursýkinni og bara hvað maður það þannig hvaða maður pabbiðinu var? Já, pabbi hét Gunnlaugur Kristinsson og var fræðslufulltrúi Kaupfélagsins á Akureyri, samvinnuhreyfingarinnar, mikill samvinnumaður, jafnblindur og mjög jákvæður og með jafnblind og gott skap. Ég held að það hafi orðið honum til lífs því að hann var þrátt fyrir allt einn af elstu núlifandi sykursýkisjúklingum í heimi sem hefur sprautað sig frá 11 ára aldri eða frá 1942. Ég held að hann hafi fengið allar þessar medaljur sem komu frá Bandaríkjónum fyrir hvað hann hafi lifað lengi. Hann fór ákaflega vel með sig og náði að lifa góðu lífi. En það er ekki síst mömmu að þakka sem hét Gunn Kristinsson og var frá Svíþjóð, hjúkrunarkona að mennt en flutti til Íslands og var húsmóðir mest af. Hún var sjálf með nokkur brjósklós í gangi baki og mjög bakveik og fann alltaf til og það hafði mikil áhrif á mig að upplifa að hún átti erfitt líf að mörguleiti heima að missa barn og vera verkjuð stöðugt og síðan er þetta verkefni með pappa að sjá til þess að þau inn á sameiningu að því að allt gengi upp. Samband þeirra var mjög gott, þau treystu hvort öðru og þau voru mjög jákvæð og glatt fólk, fallegt fólk og félagslynd og mikið út á við en heima var heima bjóð það, var þetta bara hluta af lífinu að það yrði alltaf verið eftir ákveðinu röð og reglu og stundu gekk það ekki eftir þannig að pabbi misti stjórn og kom ekki heim þegar hann átti að koma heim og ég var úti að leita, mamma óróleg og ég vandist þessu munstri bara sem barn og sérstaklega. Hvernig misti stjórn? Misti stjórn, það þýðir að blóðsykurinn fellur, hann er ekki með næga inntöku á mat til að mæta því hvert brisið og insulínið í brisinu er komið út, þannig að það myndast og þá er hann eitthvað stótt í bæ og missir stjórn og hvað gerir þá? Þá ratar hann ekki heim og verður eins og drukkinn og man ekki neitt eftir á hvað gerðist hann bara ráfar og myndast ákveðin mótstaða hjá honum að taka inn mat sem að væri akkurat það sem hann þyrfti sem betur fer á Akureyri vissumargir að því að pabbi væri svona og lögreglan hjálpaði til að koma honum heim eða fólk hringdi og sagði hann er hér og pældi því það voru ekki til gemsar hvað það hefði hjálpað og núna veit ég að það er skot fólk er með sprautukerfi innra með sér og setur sem dælir inn bara þetta hefði breytt lífi okkar gríðarlega. En það var alltaf svona ógn. Já, það var alltaf ógn. Sem að litaði heimilið. Já. Þannig með þessu glaða fólki þá er alltaf svona þungskíð, láskíð. Já, og mamma vaknaði á hverju nóttu til að tekka á honum, þú getur ímyndað þér álagið á henni með það og stundu vaknaði hann ekki á mótnana og þá var auðvitað þurft að hringja strax eftir sjúkrabíl og þetta gat stundum skipt bara sköpum þessar mínútur að fá hann tilbaka því það getur orðið heilaskemmd eða fólk bara deyr á nokkrum tímum ef það fær ekki aðstoð. Hvað var hann gamall? Hann var 72 ára. Það er nú alveg með ólíkinn. Það er ekki gott fyrir þann sem er... Já, mjög gott. Og mamma deyr úr krabbameini 64 ára. Það var hansi ungt. Og undan honum með það? Já, undan honum. Og pabbi, það voru týndar af honum. Það sem týna mátti af eins og pabbi sagði. Það voru fyrst hægri fóturinn og svo vinstri fóturinn og svo var hann komið með alls konar græjurinn til að halda hjartanu gangandi en hann var alltaf til og glaður í skens og vildi dansa og gerfi fótum og stórkostlega æðrulaus maður sem leitaði mikið huggunar í trúnni og þakklæti sem hann hafði bara svolítið fyrir sjálfa sig. Þó hann væri starfandi meðhjálpari á kirkjunni í fjöldamörg ár. Þau voru bæði frímúrarar, þannig að þau leituðu líka svara handan formsins, skulum við segja, í dulspeki eða andlega skóla þar sem að var reynt að komast að kjarnanum þrátt fyrir kerfin hvað trúabröð heita og þetta viðhorf höfðaði mikið til mín strax sem barn og ég hugsa að mín leið hafi verið bara dálítið í gegnum tónlist því að falleg tónlist sló mig út að laginu og hefur alltaf gert og það er eins og það opnist eitthvað ósagt.
En þetta með að vera með trú að hann með hjálpari í kirkjunni en hann gengur ekki alveg svona inn í þá trú heldur svona leitandi að öðru. Já. Svona svolítið íslenskt. Já, einmitt. Var til dæmis í fríkirkjunni hérna í Reykjavík var mikil svona leiti í svona andatrú og fleira þar síðustu aldamót og eins og þetta með að finna okkar eigin trú svolítið. Svo nýsköpunartrú, þetta nýsköpunartrú kannski. Og sem náttúrulega mjög algengt í dag, að fólk náttúrulega í alls konar leit í út í náttúruna að finna sveppi og kakó og meðla og það eitt sko, en ég nú horfa bara á svona venjulega náttúrudýrkunum, svona hugmyndum Guð þar eða fólk lýsir sko náttúru sem svona trúarupplifun og það að leita í alls konar austurlendiska speki og galdra lækna í frumskóum Amazon og Guð má vita hvar fólk leitar ekki að Guði sko. Akkurat. Og allt tengist þetta á einhverjum punkti og áskorunin til okkar að nota dómgreindina til að finna líka bara hvar á ástnum þetta liggur, þroska ástnum, þetta blekking eða einhver tærleika að ræða sem við skynjum í okkur sjálfum að gæti hjálpað okkur eða réttur. Ég held að það sé samt eitt sérstakt við Ísland og ég fann þetta í báðum foreldrum mínum. Mamma kemur úr mjög svona ströngu eða hvítasunnursöfnuði í Svíþjóð þar sem að gríðalegu bænahiti og kraftur sem að mér fannst alveg frábært að sjá en ég var skelfingu lostin þegar ég sá þau í aksjón, hennar fólk og sem ekki lástríða lögða borðið. Pabbi var framsóknarmaður og í kaupfélaginu og meðhjálpari þetta var allt frekar rólegt og fólk bara beygðu höfuðið og spennti greipar en mér fannst þetta flott saman, mér fannst þetta passa saman og þetta voru engin átök fyrir mér allavega en á Íslandi það þannig að við lifum svo lengi og erum nátengt náttúrunni eða myrkrinu sem býr í þessu stóra svæði íslenskra náttúru sem óupplýst og ekki byggt og þetta hefur skapað sérstaka tengingu manns við náttúru og sjálfan sig því þegar ég fer til Ítalíu þá finn ég fyrst fyrir þessu. Ég sæki ekki mikið í íslenska náttúru. Fyrir þessu? Fyrir þessu sem þessi víðátta á Íslandi og hvað hún hefur móta persónugerð okkar. Okkur finnst við hafa pláss fyrir okkur sjálf að við getum og það pláss fyrir aðgerðir okkar af því náttúran býður upp á það má byggja, þetta heitir ekki neitt, þetta tilheyrir engum, við setjum nöfn á þetta en við eigum þetta og eigum þetta þó ekki. En höfum við ekki skipt skoðanir á þessu því að það ekki svo kannski bara 2 kynslóðir aftur að þá var litið á óbyggðirnar sem ógnarsvæði fullt af undarlegum vættum og þar voru borin út börn og þar voru álfar og tröll og útilegumenn og bara allt hættulegt, bara svipað og skóarnir eru í Evrópu, mið-Evrópu, þar sem Grimms-ævintýrin eru, þar sem allt getur gerst, það er bara óreiðan býr þar. En núna Íslandi ekki að labba þarna það svolítið svona eins og svona eigið eitthvað neginn. Þú veist, þetta svo upphafið það sem leiti. Kannski. En þetta svolítið, ég held að við séum með alltaf að sína á hálendið heldur en fólk fyrir 100 árum. Við náttúrulega erum bara alin uppi það heitt vatn í krana og rafmagn og afþreying á hverju kvöldi. Og ég þannig alin þannig upp. En ég fann það þegar ég kom til Ítalíu að það var vottur af Jóni Hreggviðssyni í mér, frekar fer allt til fjandans en að ég geri ekkert. Því maður mæti svo oft neyjum í Evrópu með ákvarðanir. Getum við prófað á ég að gera fyrst þarf að. Þetta ennþá í íslensku þjóðareðli ákveðið sjálfstraust og tilfinning fyrir plássi. Og eitt blað. Já. Á meðan að Ítalíu sagt við reyndum þetta nú þarna 1876 og það virkaði nú ekki í Kristínu. Nei, einmitt, en svona dregið úr. Og þetta spilar inn í held ég hugmyndi fólks trú og andlega leit að það gefur séns á að það búi eitthvað þarna úti í myrkrinu eða plássinu eða sólskininu sem staðreind en hefur ekkit endilega
mörg orð og eru bara krafta sem fólk skynjar. Það svo margir berðdreymnir, það skynja svo margir margt. Ég geri það sjálf þó ég telji mig ekki þurfa að selja inn á einhverja hæfileika. Sko við erum öll með einhverja skynjun sem ennþá tengd náttúrunni í meira mæli en flestar aðrar þjóðir. Og mér finnst þetta tært og fallegt við Íslendinga. Kannski þetta fallega naív og ómengað af því við erum líka svo ferlega vitlaus og ginnkeypt fyrir tísku og peningum og öllu þessu. En þetta þarna. Að við séum opnari fyrir þessu vegna þess að það svona rými í menningunum okkar fyrir að þú mátt vera berðdreyminn og þú mátt sjálfa. Já, og eins og bara listamenn, ungi listamenn, þeim finnst þeir mega að gera allt. Það einhvern veginn allt opið og mér finnst ungt listafólk frábært. Þau skilja ekki hvað ég að tauta þetta glimmir eða megi ekki hitt. Þau bara, ok, og hvað, þarf að ræða þetta eitthvað frekar. Þannig að þetta er bara ekki í umræðinu. Og eins ef maður selur vel, ég seldi mjög vel á tímabili. Það var alltaf svolítið vandræðalegt í listakrísunni og ég var ekki eins fínn penni kannski út af því. En núna bara, geggja, hvernig ferðu að? Og auðvitað þú bara líka vinna verk sem selja. Ég meina, það liggur í augum uppi. Við ætlum bara að gera þetta og þá verður við bara að gera það líka að selja verk. Gerur það? Hvað verk voru þetta sem seldi? Þú varst nú eins og kallu íkonamálar eða ekki? Jú, ég seldi... Hvernig fannst þið það að vera íkonamálarinn? Ég var leyfðis að vera... Var það svona hluti af því að bankaði aðeins niður að vera með svona... Sko ég útskýrði þetta alltaf því ég fekk tækifæri til eins og ég viðtölum að íkonamálarar væru, eða íkonarnir væru sérgrein innan listasögurnars, tilheyrði orthodox heiminum og væri kópering. Ég væri að túlka eins og spilandi væri að spila tónverk. En svo kalla margir þetta íkona sem eru þessa litlu myndir með gullinu en það mitt persónulega myndmál. Og ég leyfi fólki að segja þetta, mér finnst leiðandi að vera alltaf stökkvandi með einhver fjölblöðung með rétt, það sem ég að rétta hvað ég að gera. En ég veit ekki, þessar mæðu með börn, hvað selst betur en mæðu með börn? Ég meina, halló, það vilja allir þetta. Mæðu með börn, það nær til svo margar því þetta eru tilfinningar sem margir skilja og eru mörgum kærar. En ég var bara að gera þetta því að ég var að gangi í gegnum þetta og vildi vinna svona. Íkonarnir mig grunaði ekki því ég kom frá klaustrinu að fólk myndi taka sér svona vel hér. Bara ekki. Og ég var þarna með sýningu á íkonum í Hallgrímskirkju og það fór allt innan við 10 mínútum. Það var bara með ólíkindum. Ég hélt einum íkom eftir. Ég setti svona ósýnilega hulu yfir hann einhvern veginn og hann seldist aldrei. Þannig ég á hann og hann á þessari sýningu. Já, það voru þarna feita og góð ár. Ég vann gríðarlega mikið smáverk og einhver stór málverk og fólki líka þetta. Það keypti þetta. Þetta voru ekki allt móðu með börn en... Þetta getur verið erfitt fyrir listamannin. Þetta svona að því við nefndum country þarna, segjum að þú hefur átt einn hittara og þetta koma með vil syngja lögina 9 plötunni en áriðin vil að bara heyra hittaranna þína. Ég veit það. Og þannig að þú ert dæmd til þess að vera flytja það sem þú bjóst til fyrir 30 árum og svo 40 árum og svo 50 árum og þú ert ennþá að rúnda með sama sömu íkonana í töskunni. Já. En ég geri þetta nefnilega ekki. Þetta var eitthvað sem ég sá að var bara búið. Ég kláraði þetta og breyti til og fer inn í þessar kynorku, kvennorku, brussu, konu myndir sem var mikið frelsun fyrir mig og það var bara annað kerfi sem greip. Ég seldi í rauninni mjög lítið, nánast ekkert í 8 ár. Ég seldi gamla lagarinn en ég fekk stuðning í formi listamannalauna, Guð blessi þau í bak og fyrir. Ég fekk 2 ár og eftir að ég var búin að sýna á listasafni Íslands. Það vann ég bara einu óstudd með því að selja þessar ljúfu góðu myndir eða eldri verk. Ég veit ekki, ég treysti þessu einhvern veginn en ég hef farið í gegnum svo mörg tímabil það sem að innkoman mjög lítil. Svo koma tímabil það sem að þetta gengur betur. Ég líka treysti fólki sem kemur og skoðar og hefur áhuga á því sem ég að gera og kannski mögulega vil kaupa það ekki. Mér finnst fólk ekki vera neini kjánar. Það finnur þegar það eitthvað ekta. En ég skoðaði hérna því að ég sótti hérna ég veit ekki hvað, leiðavísin þar sem að maður getur séð verkin. Hvernig þau eru máluð, hvað heita og í eigu hvers. Og þetta meira og minna í eigu listamannsins.
og ég sagði, ég held að hún seldi eins og motherfucker eins og sagt þér. Já, ég seldi eins og motherfucker en það út allt. Það bara örfáverk sem eru í eigu einhverja. En annars áttu þetta bara meira og minna? Já, annars á ég þetta meira og minna. Sem einhver ef það var í fjármálastjóri, það myndi að segja að þetta var óselt verk. Vægast sagt, allt sem er í eign listamanns. Þetta er ekki bara ósagt, þetta er óselt. Ósagt og óselt, já. Þetta er líka Markús sem velur þá leið að koma með mikið nýlegt og nýtt. Þessar yfirlitssýningar hafa verið líka það. Já. En ég hef unnið rosalega mikið og það er svakalega mikið að verkum til eftir mig inn á heimilum fólks út allt og verk sem eru mér mjög kær og ég hefði sennilega tósað eitthvað meira til. Hann velur svolítið að fara þessa leið. Ég held að 80% af sýningunni sé í minni einkaeign. Sumt af því mun ég nú ekki láta en langmest er falt. Já. Þetta er til sölu. Svo það sitt ekki fram. Herðu, aðeins að þið veru komin aftur á sýninguna. Já. Það vorum að tala um Marju May og svo Kvennorkan og Píkurnar. Svo er í einu horninu er eiginlega svona tröllskessa eiginlega. Já. Og þá getur maður hugsað skessan er náttúrulega hluti af konu. Og kannski svona, ef maður fær með frá Marju May inn í Reynu yfir í sköpin og Kvennorkuna og maður bara fyrir ennþá lengra þar að þá er komin bara Nornin. Já, og skessan sem er svona brussan og allt það dæmi. Já. Og svona vel uppaldar penar konur eins og ég, svona ljúflingur og meðvirk fram úr hófi. Ég þarf reglulega að leita til skessunar og ég hef við þurfum það nú allar og öll kannski ekki öllum landsvæðum en í heiminum en skessan er bara krafturinn. Það er þetta er verk frá sýningunni þar sem að sköpunarverkið er Stóra rauða píkan er. Þetta er 2013. Og í rauninni er þetta bara verk sem segir ég er hér og það er bara geggjað. Þetta er bara stórt já. En þessi skessa þarf að vera lifandi að sjálfsögðu í öllum. En ég er að tala verkið annað sem er alveg hinum inn í salnum í horninu. Já, ég veit það. Stóri striga flákin. Já, þetta var á þeirri sýningu, sköpunarverk. Já, þetta er verk sem heitir sköpunarverk númer eitthvað. Með eitthvað svona pínlítur rauðu í því. Já, það eru logar sem stíga upp af kviðnum og atorka og ástríða kraftur. Eldurinn er af þessum heimi. En skessan er eitthvað sem að ykkur konum var allavega sagt að hafa ekki vera flaggaði of mikið. Hún er í pókanum með glimmerinu, hafið allt í hófi og pent. Já. En það er svo er náttúrulega tímið svo undanferðið þar sem að konur hafa verið mikið að reyna að losa skessuna út og leyfa sér að vera bara brussa og allt drusla og eiginlega reyna að snúa það sem að hefur verið að lemja konur með að reyna að snúa í við og segja og við höfum staðið okkur nokkuð vel í því íslenskar konur vil ég meina og íslensk samfélag er bara nokkuð vel statt það má ekki sofna á verðinum ekki síst núna og ég er fegin að þessi sýning mín sem að vekur upp svona spurningar er akkurat núna af því að skessan er bara búin að sofa núna í 12 tíma, nú má vakna smá og segja ég er hér og tek pláss hvernig sem ég er bara í lagi. Íslenskar konur eru gríðarsterkar, þær eru alveg upp til hópa ógnsterkar og ég elska íslenskar konur. Og ég því að maður verður að hugsa náttúrulega þegar maður er að hlusta á Trump og félaga og það sem verið eiginlega að tala að snúa ofan af svona frelsisbaráttu kvenna. Já. Og reka fólk bara aftur inn í ég veit ekki inn í hvað. Gömlu hlutverkin. Já. Og maður getur bröðið sig bara holy shit, erum við að lenda í ykkur svona. Svo er það einhvern veginn bara þetta mun bara ekki að gera sko. Fólk mun ekki beigja þessu undir þetta. Það er miklu sterkar afl sem er búið að leysa úr læðingi. Heldur þessi svolítið furðulugu menn ég verið að hlusta á sem við kalla sér stríðs ráðherra. Ekki varnarmálaráðherra, stríðsmálaráðherra. Það var að messa yfir herfóringjunum. Já. Og það sem var bara meir og minna
tala niður konur og svarta. Og ég var að hugsa að það ekki fræðilegu möguleiki að þetta muni vinna, þessi sjónarmið. Það bara ekki, það búið að hleypa út of mikilli orku til þess að það getur vel verið að fólk sé ekki alveg átt að segja á þessu, hvað í gangi, en ég menn það mun finnast leið til þess að kæfa þetta bara eftir 3 korter eða svo. Það ætlar ég að vona þú sérst sannspár í þessu og ég treysti því líka og vona það, en ég held að þetta gerist ekki sjálfkrafa. En það satt, það búið að dæla út svo miklu, en samt þurfum við að passa okkur. Ég treysti konum til að standa vörð hvor aðra, ungum konum, ég treysti ungum karlmönnum og hvet unga bara íslenska karlmenn til þess að beita sér. Við þurfum bara að standa saman í þessu og alla karlmenn sem að hafa vit í hausnum að standast orðræðuna og standa saman gegn þessu. Svo treysti ég kímnigáfu fólks að það beiti henni beitt, eitrað gegn þessu, því það fátt sterkara en hljóðlát kímnigáfa sem hefur ekki her á bakvið sig, bara beint á það. Herðu, ég fæst þetta fólk og að reyna að skilja hvernig fólk verður til. Og þá hef ég oft í huga svona bara eins og ég upplifði hvernig ég var til og hvernig ég fylgst með börnunum mínum verða til og þess vegna spyr ég fólk mann fyrst eftir sér, því þá heimurinn yfirlega svolítið lítill og þá kemur maður inn í fjölskylduna og svo stækkar fólk og allt í einu verður til annar heimur og svo verður einhver utan fjölskyldunar fullorðin sem hefur áhrif á mann sem getur haft mikil áhrif og svo kannski þegar maður er 12 ára þá veit maður að maður er fullorðin og þá maður veit allt í einu að maður á fullorðins framtíð eftir og fer að velta fyrir sig hvað maður verður. Nú sitt ég uppi með konu sem var eiginlega fullmótuð 4 ára, eins og sagði ráð, sem er það bara í litla heiminum. Já. Og ég er ennþá svolítið mikið í litla heiminum. Ég þekki hann og hann er mikið á vinnustofunni minni og mikið með mínum nánustu. Ég held að hafa haft mjög mikil áhrif að upplifa það að ég gæti mist foreldra mína. Að ég sá að þau voru ekki líkamlega sterk, en svona sterkar manneskjur og ég fann munin á þessu einhvern veginn, að það gæti allt í einu allt breyst og það hefur mótað mig fyrir lífstíð. Þetta gerist bara mjög snemma. Síðan eru svona... En hvað ertu þá að halda í eitthvað svona öryggi sem var til á þessu tíma? Já, og reyna að smíða það? Færa það áfram að það sé hægt að okkur sé óhætt að treysta þó allt sé plokkað af okkur, þá stöndum við ekki ein. Ég held að ég hugsa að ég sé svona kvíðabarn og ég kveið öllu, það mátti aldrei vera lokaðar dyr á milli mín og mömmu, ég þurfti alltaf að vita að það væri ljós og birta einhvers staðar og ég held að rótina þessari angist og kvíða sé svo gríðarlega algeng meðal fólks og ungs fólks sem talar kannski meira það, en þetta hefur alltaf verið og það er tilfinning fyrir ákveðinni einsemd, sárri einsemd sem fylgir því að vera maður. Það er bara prófraunin í þessu lífi er bara við erum ein. Maður er alltaf einn, það er ekki bók eftir Tór, maður flottur titill. Við erum ein, en einhvers staðar finnum við að við erum ekki ein. Af því að við finnum það ekki, þá kemur kvíði og angist yfir okkur. Þetta er kannski viss einföldun, en þetta er þörf fyrir nánd og tengsl í æðri gildi og gott fólk sem smitar þessum gildum, ekki satt? En að vera ein, þegar þú ert ein, ertu þá einmanna eða? Nei. Aldrei verið einmanna? Jú, ég vorkenni mér stundum. Aldrei leiðist? Jú, leiðist, það er, ég get alveg dottið í svona smá sjálfsvorkun, en það er fljótt að fara. Mér finnst ég ekki vera einmanna, manneskja. Ég sæki mér það sem ég þarf. Ég bara vinn þá í því, þegar ég finn þessa tilfinning að koma upp, að sækja mér það sem ég þarf, félagskap eða einhverja nánd og svona huggun og hún er nú stundum bara út í búð, í bónus, á kassa með góðu brosi og léttu spjalli, svo marga leiðir. En starf mitt er þannig að það að vinna í listum og sköpun er það að þú er að feta þessa leið ansi vakandi. Þetta er erfitt við það að vera myndlistarmaður eða skapa, að þetta knýrði alltaf það að segja satt og vera ekta.
og stundum ég svona hugsi yfir því þegar fólk að segja, hún svo skapandi, börn, unglingar og það svo æðislegt og ég bara ger þetta því þá ég bara að þjóna sjálfur mér og þetta gefur svo mikla gleði. Ég hef aldrei alveg skilið þetta. Þetta einhver blanda því að vera spenntur fyrir því að vera farin á vinnustofuna og ég bý yfir ákveðinni jákvæðni gagnvart vinnunni sem ég hafði ekki í langan tíma því ég hafði svo mikla fullkomnunaráráttu. Þetta varð alltaf að vera svo æðislegt. Að núna nægi mér að gera og prófa og ögra sjálfur mér og sjá hvert það leiðir. En þetta líka erfitt starf vegna þess að þú verður að halda ákveðinni sjálfsgagnrýni stöðugt vakandi. Og þú finnur það einhvern veginn, þetta satt eða ekki satt? Ég geng út frá því, satt ekki alltaf fallegt, en það þarf að vera einhver sannleikur í því sem þú skynjar og veist að sem skapar og síðan þetta hælinlegt hvað umhverfi segir. Sko sjálfsgagnrýni það gæti hljómað eins og að þú gerir eitthvað og ert að meta það. Já. En það getur líka verið þannig að þú gerir eitthvað og svo heldur þú bara alltaf áfram sem verður þá svona jákvæður hvati að fara alltaf og leita. Já. En það safnast upp lager oft af rosalega miklu dóti sem má fara. Það ekki þar með að þetta gerist strax. En gagnrýni manns fer líka nær aftur í tíman og maður sér mikið af dóti sem maður hefur gert og ekki kunnað að lesa úr. Og svo húsið fyllist ekki, þá verður maður að láta þetta fara. Maður heldur því sem að mann finnst best. En þetta með fullsköpuðu stúlkuna, litlu. Núna þetta að tala kvíðan og það sem að þú kemur með svolítið sem að mótar karakter þinn af hvernig heimili var. Svo áttu kannski við það þegar þú varst að segja þetta, að þú hefði verið eins og væri fullsköpuð þar, að það eitthvað sem hefur fyllt þér síðan sem þá kvíðin og eitthvað sem þú tengir þessari spennu sem að var á heimilinu og einhver leiti ertu svona meðvirk með þessu ástandi og þurfa að fylgjast með og með alla anga út eitthvað. Nákvæmlega. Þú kannski veðast að meina það frekar heldur eins og ég dróði upp að þetta væri að þú getur, að þú listir líka það sem varst í kerrunni, það sem var í efnið í úlpunuðinni og í sokkonuðinum og það voru svolítið svona, maður fekk á tilfinningu að það hefði verið sokka sem hefðu verið kannski þvegnir að vera svona aðeins svo þykkir sko. Já, það var svo mikil efnistilfinningarna við dveggjar og barnið í kerrunni. Já, ég bara elskaði svona þykkar gammósýr sem voru farnar að hnökra. Já, einhver tilfinning mér varst, ég átti mér þess að gamla glimmerskó sem ég man eftir sem voru orðnir mjög slitnir á tánum og þá hef ég greinlega skriðið að því ég horfi á þá og ég sé að þeir eru orðnir svo slitnir á tánum en ég var samt byrjað að ganga í þeim. Já, það gaman að velta þessu fyrir sér. Já, en að þú sagðir það að þú hefði verið meir og minna svo sem að þú varst þarna, settu ennþá. Já. Stundum finnst mér, og ég að velta fyrir mig hvernig maður eldist og svona. Það finnst mér að ég sé eiginlega allt dótið sem ég hef verið, sko. Við allir kallanir eða strákarnir og ég með sífrandi 6 ára dreng í mér. Og sem ég verð bara að vera góð við og með því væntum hann en ég get ekki látið hann stjórna mér því þá verð ég bara fyllist í sjálfsvorkunn og gengum sífrandi gamall maður sem bara ekki við hæfi sem samt svo gott, bara í 5 mínútur það já það fyrir ekki sér fallið ljóð þarna með þetta Bukowski fuglinn innra með honum sem að hann hleypir stundum út. Já. Það er eitthvað svoleiðis. En það svona ákveðin tilfinning hvernig maður eldist og þroskast að maður allt sem maður hefur verið. Einmitt. Og dregur, einmitt eins og þú segir þennan 6 ára, ég þekki alveg nokkrar útgáfur af mér þar sem ég þarf að tósa þær til mín og við ákveðna tilfinningar sem maður að fara í gegn núna eins og bara í gær. Þá fannst mér ég þurfa að tósa mig til mín og faðma þegar ég hef verið svona 16 ára og álagið var mikið heima. Og ég að upplifa innra með mér eitthvað bergmál og speglun af þessu álagi og viðbrögð eru einhvers konar kannski kvíði eða áhyggjur sem gamalt viðbrögð frá því þá. Þannig að maður þarf að tengja þetta saman og veita sjálfur sér huggun og stöðning svona inn á við að tósa
þessa 16 ára mig að ég get umfaðmað hana og látið hana vita að hún ekki ein að við erum saman. Maður kannski finnur ekki ávinningin af þessu strax en það hjálpar að vera í sátt við allar þessar útgáfur af manni og þekkja þær. Langt aftur til barsins. Ánað með kórinn. Vera ánægður með kórinn. Ég verði ánægð með kórinn, já. Svo fyrir við ennþá lengra aftur og þá fyrir við í önnur líf, en það önnur sem að þú hefur leitað líka kannski? Ég hef ekki leitað að því, en það, á tímabili dúkkaði það upp og ég skildi ekki hvað þetta var. En það ekki ólíkt, vegna þess að grunntónnin í því alltaf, þetta býr innra með þér, þessi eiginleiki, hvað þetta, hvað ætlar að gera við þetta? Og mér alveg nákvæmlega sama hvað ég var, hvenar og hvernig. Ég vil bara taka ábyrgð á því hver ég og gera það besta úr því með öllum mögulegum leiðum. Þannig að þessi kór af manni sjálfum, ég hef ekki séð hann sem kór, hann mjög skemmtilegur. Ég sé þetta fyrir mér sem svona hópfaðmlag, svona stubbaknús. Þú segir að út af heimilisaðstæðum að þá settu svona meðvirk. Já. Meðvirkni náttúrulega, ég veit ekki, kannski ekki sjúkdómur. Það hryllilegt ástand, sko. Já, það mjög slæmt. Það verið eiginlega búin að flytja eiginlega ábyrgðina á eigin líðan yfir á aðra og vera að lesa það út úr öðru fólki. Já. Þetta alveg glatað ástand. Ég dálítið góð í þessu og hef verið og stjórnsemin sem kemur svona óttaviðbragð, held ég. Eða eitthvað varnar viðbragð. Það sem að reyna að stýra öðrum sem að þú ert síðan að lesa út úr því hvernig þú ert að hafa það. Já, og svo kringumstæðum, að sjá fyrir kringumstæður eftir ákveðnu kerfi að því það bara komið svo mikið stjórnun í hegðunina hjá manni og tilfinningalífi. Þetta líka, ég sjálfstæð, dugleg og tek fulla ábyrgð á mínu lífi, hef séð mig sjálf alltaf, einstæð móðir með 2 börn. Maður þarf að reiða sig á og vera duglegur og ákveðin, en meðvirknin svona, einn góður vinur minn sagði mér hvernig þekki ég mun á samúð og meðvirkni, að meðvirknin alltaf með óttan undir. Ef þú ferð og skoða meðvirkni viðbragð þitt, þá getur þú greint hvort það samúð eða hvort þú finnir óttan undir og ég finn oft óttan undir og maður að skoða hvað það. Hvar liggur óttinn og það stundum svona stórar flækjur og alheim spurningur að maður sé gleymdu Guði eða það sé tilgangsleysi og bara vonbrigði með manneskjuna. Þetta ekkert auðvelt stöf. Þarna ertu að koma með svona vitsmunalegt svar sem viðbragð við tilfinningu þínum og maður velti fyrir sér hvað kemur á undan, sko, að þú getur haft einhverja tilfinningu sem kannski tekur bara frá æsku sem bara kvíði og eitthvað og þú reynir að móta einhverja heimsmynd þannig að þessi kvíði make sense. Já. En kannski það bara þannig hann bara meikar eitthvað sens. Nei, þetta bara algjör miskilningur þessi kvíði. Já, ekki töflu við þessu. Ég veit ekki það bara. Þetta nefnilega heila málið. Mér finnst eftir miðjan aldur ég vera svona að reyna markvisst að skoða þetta. Nú sleppum við þessum áhyggjum og kvíða sem fyrsta viðbragði. Hvað þá? Og það að æfa þennan farveg. Þannig að þið erum búin að tala um trú og klaustur og kristni. Já. Þá tilboð inn í kristinni sem kondu Kristi, þú þarft ekki oftast. Þú getur bara yfirgefið takk sæng þín og gakk, skildu hana kvíða bara eftir. Næst að lestin kemur, skildu þessa tösku eftir og farðu með lestin áfram. Þú þarft ekki að bera þessa kvíða. Já, þetta magnað. Ég fyrirgefur hér með og þeir frjálst að lifa frjálst. Þetta svona tilboð frá Jesú. Þetta hljómar, þetta rétt og stórt og fallegt hjá þér. Og ég vil bæta einu við og það að suða í Guði með bæninni. Af því að ef ég skil allt eftir á brautapallinum og stekk upp í lestina og treysti, þá ég samt að fá að suða í Guði. Hann gleymi mér ekki, hvort ég get ekki hringt í hann og kallaði hann. Þegar þú meinar að því að það ekkert að þér, þá hætti ég Guði að hlusta. Þess vegna vil ég taka með mér sársaukann. Ég vil bara taka bænina með mér því ég þarf að hafa þetta samtal við Guð og tilfinningin núna Það pæltu hvað Guð yrði glaður ef þú myndir hringja í hann. Já. Og værir ekki að kvarta.
Þetta væri bara að segja hérna Kristín, allt í eftir kvíðin og rosa gaman. Og hún finnst gaman að fá svoleiðis símtöl líka. Já, kannski Þú þarft ekki að koma með sko stóra sársaukann. Já, það er mjög gott. Ég líka er nú ekki mikið að orða bænarnar lengur eftir svona átök í lífinu, þá segi ég bara, einhver á vakt? Einhver þarna? Því það er svo mikið að gera hjá máttarvöldunum. Má ég ekki finna aðeins tengsl? Ertu trúið það? Já. En ég bið. Þú ert að smíða þína eigin trú? Svona í kringum eitthvað frá kristni forðræðina? Já. Varstu trúið sem þegar þú varst 6 ára í sunnundaskóla? Já. Báðum stöðum? Já. Ég hef alltaf haft mjög mikla bænaþörf. Ég hef bara, ég þarf ekki mikið formið. En ég verð að vita Guð þarna. Hann skal sko standa sig og ég hef líka hundskammaðan og látið hann fá tilfinningar sem ég læt engan annan fá eða sjá. Það hefur hjálpað meðvirkninni að koma ræðilega fram við hann og segja honum og öskra á hann sko. En ég tala við hann og mér nægir eiginlega núna svona ertu þarna og það er svona að finna fyrir einhvers konar sambandi að maður sé ekki einn sennilega. Já, Svo getur líka verið klókt að vera með Guð því að þá losnar maður við að maður þarf ekki að vera að miðja heimsins sko. Nei. Ég held að sé svona tilvistarlega klókt að vera með Guð að því liti því að ég held að engu farnist vel sem miðja heimsins. Nei, ég er nú frekalaus við það þó að ég góði síðan nú talsvert fyrirferða mikið ennþá þá finn ég að það hefur svona dofnað eitthvað. En að vita hann þarna og maður er ekki miðja heimsins svo sannarlega og að hafa traust líka bara á erfiðum tímum og góðum tímum að það er ekki alltaf að hringja og kvarta, það er alveg satt. Herðu, en þó að þú hafi sagt að þú sért meira og minna þessi sem var 6 ára þegar maður eldist upp úr því að þá náttúrulega stækkar heimurinn og þú býrð á Akureyri. Já, svo var það orðið gott. Hvað er Akureyri? Er það, ef ég myndi Ertu frá Akureyri? Ég er fædd og uppalinn á Akureyri. Ég er akureyringur. Þú myndir segja það? Já. Og hvað er það að vera akureyringur? Fæðst og verið uppalinn og gengið í skólakerfið á Akureyri. Já, hvað er Akureyrin þorpið sem að þú kemur með þér? Já. Hvað er það? Heldur það sé öðruvísi heldur en að við sem álust hérna upp fyrir sögum? Sko, ég veit það nú ekki. Er þetta ekki alltaf hvernig við erum heppin eða óheppin með tengsl og hvernig fjölskyldan virkar og allt þetta nærumhverfi, hvort við upplifum svo umhverfi sem að þetta átti sér staði, jákvætt eða neikvætt. Ég upplifði það mjög jákvætt. Það eru öll veður þegar ég hugsa tilbaka en ég kem frá svona sterku og kærleiksríku heimili sem hefur svona gefið mér styrk í gegnum lífi þannig ég ber jákvæða tilfinninga til Akureyrar. En ég var líka útlendingur á Akureyri og það er mjög hollt að eiga útlendingaforeldri. Mamma gaf mér skýr augu eða gaf mér önnu gleru hvernig ég horfði á umhverfið mitt. Hún var skarpgreind og lífsreind þegar hún flyttu til Íslands og þessi eignaréttur Íslendinga á landinu er eitthvað sem að ég kynntist aldrei þó að ást foreldra minna á íslenskri náttúru væri mjög sterk og tær. Þá kendi mamma mér að njóta náttúrunar og hún hét ekki neitt og það hefði ekki orðnið bardagar eða þessi maður á hóli þekkti af á allt þetta sem er stundu svolítið fylltir og er fyrir mér og ég upplýði strax að það var gott að hún sem útlendingur kendi mér að njóta íslenskra náttúru á mjög tæran og beinskettan hátt. Svo gat hún stundum bent á hegðunarmunstur kallmanna til dæmis, svona feðraveldisins í kringum mig í íslensku samfélagi, akureyrsku samfélagi þar sem að kallmenn höfðu mestan part orðið og konurnar töluðu saman inn í eldhúsi. Hún var bara til í að tala mikið það sem býr á bakvið hegðun fólks. Var hún í uppreist gegn þessu? Eða? Var hún í uppreist gegn þessu? Nei, svona mildri. Hún sá það. Hún lét kannski ekki vaða yfir sig en nei, ég myndi ekki segja að hún hafi verið í uppreist. Þegar ég hugsa að heimilisaðstæður hafi bara verið nægur pakki en hún benti mér á þetta og ég sá þetta alltaf. Að það var svona ýmislegt sem glökti gests augað sko, sem getur kennt manni og ég er mjög þakklátt fyrir það.
Af hverju kom hún til Íslands? Hún var ástfangin af ungu manni með einhverja prjóna skotthúfu á Skansinum í Stokkólmi, einhvert vorkvöld og allir voru að dansa þar og henni fannst svo óumræðilega fyndið að þessi maður væri með húfu, prjóna húfu. Já, hann var í einhverju svona, hann var ekki í lopapeysu en henni fannst hann sætur og þau fóru að tala saman og þetta var pabbi og það kviknaði ástin og hún var komin til Íslands ári síðar. Ástu fyrstu sín svona? Já, maður má segja það. Hún fylgdi hjartanu. Eða svona skot sem að þróast og verður ást. Já. En kannski ástu fyrstu sín við það? Ég held að það hafi verið ást við fyrstu sín hjá þeim báðum en hún dugleg, hún bara drífur sig til Íslands. Hún var búin að starfa sem hjúkrunarkona í London og vann á símanum í Stokkólmi og þrátt fyrir svona, hún var með veikt bak og svona en hún bara drífur sig til Íslands og mætir á Melgerðismelum í lítilli flugvél með hvítahanska og lítinn hatt og ægilega fín og hvítum svona skóm og þar pabbi og fjölskylda hans í hávaða roki. Mjög skemmtilegt. Lítil, var mammaði lítil? Nei, lítil flugvél sem hún kom með. Já, hún kom með Gullfossi. Þú ert hávaksin? Já, þau voru bæði hávaksin. Glæsilegt fólk. Og af hverju hitti mammaðinn pappaðinn? Var það tilvíðun? Já, í rauninni. Pabbi hafði farið á vegum samvinnuhreyfingarinnar að eitthvað konsum, námskeið eða eitthvað 6 mánaða skóladæmi að kynnast því ferli öllu betur og hún þá á sama tíma nýkomin frá London og í Stokkólmi og það var bara miðstöðum þar sem allir hittust var Skansin og Grunalund og þar var dansað og tónleikar Louis Armstrong og ég veit ekki hvað og þar hittir hún hann og vinnans þeir voru þá að fara á puttanum höfðu farið á puttanum frá Róm upp til Oslo þar sem að Ólympíuleikarnir voru í skíðaíþróttum og pabbi hafði keypt sér þessa forláta húfu með Ólympíumerkinu og litlum dúsk og með mér fannst þetta jafn fyndið og krútlegt og varði þetta bara skotin í honum sem var lýsandi fyrir hana en svo þegar þeir eru bæri farin og við gerum upp heimili ég og systir mín sem var fljótt og auðvelt og gekk allt vel en mér langaði þessa húfu og ég á hana og ég tek hana fram því pabbi var alltaf með þessa húfu þegar hann fór upp í fjall og naut íslenskra náttúru. Þetta hefur reynst honum vel þessi húfa. Já, og þetta var svona einhver taug á milli þeirra. Þau voru skotin í hvert öðru alltaf. Það var mjög fallegt og mikilvægt að upplifa það. Þannig að ástin endist. Algjörlega, já. Og breyttist og þroskaðist yfir í djúpa vináttu og traust og kærleika, myndi maður segja. En þú sagðir að þú værir hálfu útlendingur, það er stundu talað eins og veist Akureyringa að þú þarft eiginlega að vera búin að vera þarna í 3 kynslóðir til þess að vera tekin inn í hópinn. Já. Var það þannig að mamma var alltaf svona aðeins til hliðar? Nú pabbi var náttúrulega inn í innsta víi, inn í KEA og Framsóknarhreyfingunni. Og svona sterk fjölskyldu tengsl á Akureyri, afa og amma og mikið fjölskyldubönd þar og sterk og mikið sungið og mikið lífsgleði og mömmu leið mjög vel með fjölskyldu pappa en ég held hún hafi alltaf fundið að hún var útlendingur. Hún var þéruð og fannst það hræðilegt og hún sótti í 3 sænskar konur sem bjuggu á Akureyri og þær urðu svona nánarvinkonur og urðu svona eins og fjölskylda sem ég held að hafi gerst ákaflega gott, mjög gott fólk. En já, allir það sé meira á Akureyri en annar staðar. Ég veit ekki stærðin á bænum, þetta er það stór bær að fólk ekki að taka ábyrgð á útlendingun sem kom í bæin eða gestkomandi og vilja gera það sínu kerfi. Það tekur svolítið tíma fyrir fólk sem kemur inn í bæin að vinna sig í gegn. En ég get alveg trúa því að það þarf að hafa svolítið fyrir því. Og leiðin að því að fara í pottinn í sundinu eða fara í kór eða kynnast fjölskyldu. Eða fara í frímúrarhreyfinguna eða verða að vinna í kirkjunni eða ganga í... Já. Eins og allstaðar, ég held þetta sé allstaðar eins. Akureyri, þú ert akureyringur, en myndu fara þangað aftur eða? Nei. Aldrei hugsað það? Að flytja heim? Já. Nei, það er allt breytt. Og þegar að var þér snemma ljóst að þú myndu fara frá Akureyri? Já, ég held ég hafi alltaf fundið það á mér. Síðan... ég held ég alltaf fundið það á mér. Mér fannst einhvern veginn liggi í genunum að mamma fær erlendan maka og eldir hann og bæði ég og systir mín fundum erlenda maka en þeir komu til okkar
Sko við dróum þá yfir. En að ég myndi flytja til Reykjavík og það lá ég augum uppi þegar ég er bara táningur og ákveð að fylgja því sem mér þykir skemmtilegast að gera og það var að teikna. Ekki endilega mála, bara teikna og það væri þá myndlistin. Og ég hnikaði aldrei frá því. Því líku léttir að finna ákvörðunina að ævistarfinu koma svona létt og fyrirhafnalaust. Ég þurfti aldrei að hugsa það meir. Það þýddi að ég myndi þurfa að skipta íverustað. Ég myndi þurfa að flytja suður til Reykjavíkur. Og það var stórkostlegt að koma til Reykjavíkur. Ég elskaði Reykjavík strax og mér fannst ég dáða og elskuða af öllum sem ég mætti. Mér fannst fólk hér, almenningur, vera opnari en heima á Akureyri og taka mér óskaplega vel. Sem algjöru nýgræðling. Ég var 3 ára að koma að stað í hvar Heiðmörk var og margt skemmtilegt en ég eignaðist fljótt vini. Ég fór auðvitað í myndlist á handíðaskólan og þá var maður komið inn í svona kerfi sem hélt utan mann. Ég hef alltaf kunnað mjög vel við að búa í Reykjavík og fyrst ég alveg eiga heima hér og því ég ken En þetta náttúrulega, þetta svona flóttamanna bær, þannig að þetta mikið að fólki að vestan og austan. Já, nákvæmlega. Fullt af skólafískinu. Ég segi stundum að ég 9. kynslóðar Reykjavíkur, svona til þess að því að langflestir eru það ekki svona. Nei. Eru ykkur starf annars það frá. Já, og mjög mikið af mínu vinum er frá Akureyri og ég tala nú ekki í myndlistinni. Við vorum mörg sem vorum í myndlist, Þorvaldur Þorsteins og svo yngri en ég, Birgir, Sigurður Árni og Sigtryggur Bjarni og fleiri. Fórum allir í myndlist og fluttum suður. Og við höfum haldið hópinn og ég á marga vini, gamla skólafélaga og barnaskóla sem búa hér. Þorvaldur náttúrulega fallið frá. Þorvaldur fallið frá. Já, hann er það. Við umgengumst líka sem börn og unglingar. Við erum í sömu fjölskyldu og afar okkar bræður. Mér finnst eitt skemmtilegt við Þorvald. Mér fannst hann alltaf alveg dásanlegur. Ég hélt hann væri bróðir minn og enginn segði mér það. Mér fannst eitthvað í honum vera sem ég skildi og þekkti sem bara barn. Mamma var mjög mikið fyrir börn og spurði gjarnan ef við vorum að fara eitthvað hvort það yrði ekki börn á svæðinu, hvort hún sæti nokkuð uppi með að sitja og hlusta á íslenska kallmenn og ef það voru börn þá myndi það þýða að það yrði léttara og skemmtilegra og hún sótti í félagsskap þeirra, stórglæsileg kona og vildi leika með þeim og hún hafði í handraðanum fullt af skemmtilegum leikjum sem snéru líka að þáttöku fullorðina og ég er alveg uppið það að fullorðnir og börn leiki sér saman á jólunum, frægir jólaleikir og mikil ærsl og skemmtilegheit og í einhverju jólaboði þá sér hann Þorvaldur þetta að þessi kona sem talaði svolítið bjagað og var alltaf fallega klædd vildi fara að leika sér og hann lifnaði þvílíkt við að hann þurfti að fara fram í fóstofeinu svona og jafna sig Þetta voru svo sterkar tilfinningar að fá að leika sér og sjá fullorðið fólk fara í önnur hlutverk. Þannig að hann sagði að það hefði haft áhrif á sig. Að hún hefði kynnt honum fyrir leiknum í sér. Þorvaldur var svona sérstakur maður. Já. Það var svona mikið svona gos í honum svona og gat allt. Virkaði þannig. Já, svona mjög hæfileikaríkur snillingur. Já. Ég held að það er svona og áhrifavaldur. Mikil áhrif á fólk bæði í verkunum og líka bara þeir sem að kynntust honum. Já. Og var þannig að ég veit ekki hvað þetta kallar þetta svona eins og kennari eða eitthvað. Þetta liggur í nafnin hans, Þorvaldur. Hann veldur þori hjá sér og öðrum. Og ég fór á námskeið hjá honum í skapandi skrif. Og hann tók því fagnandi, hann sagði það eru ekki margir myndlistamenn sem þora þessu Kristín mín. En þetta var svona hluti af því að ég var að gefast svolítið upp á þessum myndun sem seldust vel eða bara sjálfri mér. Ég þurfti að finna bakka úr einstefnugötunni og finna breiðgötu. Og hann hjálpaði, hann kom með leið sem meðal annars hjálpaði mér og hún var svo að gefa ákveðnu frelsi tauminn og sagði núna ætla þú að skrifa senu leikhús. Hvað myndi halda þér í leikhúsi? Og ég sagði fátt, mér finnst það svo tilgerðalegt, ég gæti ekki hugsað mér að vera þar. Hann sagði flott. Skrifaði nú senu sem þú myndi vilja sjá í leikhúsi.
Og hópurinn gerði þetta allur og ég lifnaði við. Þetta fór svona að einhverjum mörkum sem að það var alveg komin tími á að skoða. Og ég sá fram á það að ég myndi hressast í leikhúsið ef það væri einhver róla, frumgerð róla sem að myndi fara yfir áhorfendaskaran og í rólunni myndi sitja kona, komin á fæðingu með höfuðu barninu út úr sér og blóðsletturnar og slímið og góri gengi yfir áhorfendaskaran. Engin hætt að vera á ferðum en hún myndi fæða barn rólandi sér yfir áhorfendaskaran. Þú til að fara í leikhús fyrir þetta ekkert minna. Já, einmitt. En þetta sýnir það þarf að taka þarna tappa úr ákveðnu kerfi og ég þurfti bara að þóra sjálf sem kom svo eftir og hann spurði mig 2 árum síðar eða eitthvað þegar ég var með einhverja sýningu á sjálfsfróunarverkum og sköpinn og opinn og það var allt í gangi. Þannig að hafði ég einhver áhrif, Kristín. Og hann þurfti svolítið að vita það og ég sagði auðvitað gerðurðu það. Af því ég held að sérstaklega hins síðari ár hafi þetta starfans verið svolítið vanmetið því þetta er ekkit auðvelt að viðurkenna sig sigraðan og fara á námskeið hjá Þorvaldi og segja Þorvaldur ítt á einhverja taka, ég er alveg lens en það gat hann fyrir utan það hvað hann var skemmtilegur og dásanlegur en átti svona við sjálfan sig að eiga eins og við flest. Já. Þegar hann var að glíma við það var náttúrulega, það er ekkert leyndarmál að hann átti við svona alkohól og vímuefnavanda að stríða. Já, já. Einu sinni þegar ég talaði við hann þá sagði hann sko þegar ég var í neyslu þá var ég upptekinn af því sem að ég var öðruvísi heldur en aðrir. Já. En þegar mér tekst að vera edrú að þá er ég upptekinn af þessum sko 99% sem ég er alveg eins og annað fólk. Já. sem er vandið það sem er í neyslu að vera alltaf í sérstöðunni. Já, já. Og það getur verið svo sem að tengist þessu við vorum að tala um áðan með egóið. Egóið, ég veit það. Ég veit það. Ég sá en þetta. Það er svo margt sem er svo skýrt fyrir Þorvaldi sko. Já, já. Hann var læs á sig. En það er ekki þar með sagt að þú skýrt fyrir þér að þú sjáir hlutina að þá er ekki þar með sagt að þú ferðir eftir því og þú getur fengið vitrun á sunnudegi og svo mistestir á mánudegi að láta hana vera leiðarljós lífsins. Já. Þú getur það í svona korter og síðan er svolítið niðurbrot á eftir. Það er svona það smá venst mögulega en taka lítil skref. Ég held manni sé best farna með því að ætla sér það eða láta sér það duga að taka lítil skref í einu. En Þorvaldur, ég sá það á honum sem barn í veislu að hann var þá svo mikið spenna í honum. Þetta var svo yfirþyrmandi spennandi verkefni. Hann náði varla að höndla það og mér fannst það svo skiljanlegt. Einhvers staðar tengdi ég við það. En það að hann þurfti í leiðin að vera miðdepillinn var eitthvað sem hann var líka kljást við alltaf. Var hans styrkur og skuggi eins og gengur. Mér finnst fallegast þegar hann var að fást við svona samfélagi þarna. Það var nú sýning sem hann var sett upp á Akureyri held ég, hefði ekki? Það sem hann var í svona uppstillingina og það voru ykkur skór fyrir utan og svo hljómaði kóra utan með það ná hann vel sem kannski margir aðrir hafa reynt sem er eitthvað svona samfélagið og til svona íslensk og maður séð þetta við gert síðan næstu í svona kóperaða stíllina þessu eða eitthvað heimamynd Sigurósar sem er svona eins og endrómur af því sem að mér fannst Þorvaldur svona vera með sem að er svolítið að ná utanum eitthvað svona þörfin fyrir tengsl og finna sig utan við, þetta er bæði Akureyri, þetta er Ísland, þetta er heimurinn, þetta er lífið. Sem okkur vantar kannski núna, því þú ert að tala um að okkur vantir samtali til þess að lækna þetta ástand sem er í heiminum. Og þá var hann einhvern veginn að fjalla eiginlega um það. Ég held það, ég held að þetta sé líka mannskeppninni eiginlegt. En það sem að var fallegt við þetta verk sérstaklega og mörg önnur sem að Þorvaldi gerði og sérstakur hæfileiki sem hann hafði, það var að það fæðist bros hjá manni þegar maður skynjar sársaukam og það er mikill galdur að geta hort á stóra stærð sem að maður veit að nær inn í það sárasta og tilheyrir öllum en það vekur með manni bros, það kímni í því, mist það alveg frábært. Að geta tekið inn heiminn eins og hann er með þeim sársaukar sem hann er á þess að bugast yfir því. Já.
Það þýðir það að þú þarft ekki að ýta í burtu, þú þarft ekki að byrgja auguðín fyrir því sem óþægilegt. Einmitt. Og þar liggur samtalið og svona húmórinn er leið mildi líka þó hún getur verið beittasta verkfærið. Og þegar þetta virkar saman í listum þá er það mjög áhrifaríkt. Herðu, þú sagðir áðan að þið systurnar höfðu fundið ykkur maka erlendis eins og mamma þín. Já. Akkur er það? Tilviljun sennilega. Ég fór til Ítalíu og var þannig í klaustrinu og vildi vera lengur. Fór til Flórens og skráði mig í akademíun og var staðráðin í því að vera á Ítalíu einhver ár og vantaði íbúð og það var írskur ungur maður sem var með íbúð þar sem hann vantaði meðleigjanda og það var Brian. Þannig að það var nú deytið byrjaði bara strax á fyrsta degi sem þetta þróaðist yfir í kærleiksríkt samband og gott og við flytjum svo til Íslands og eignumst 2 börn sem eru bestu vinir okkar beggja í dag og við höldum ágætlega hópinn. Ég meina sem skildir foreldrar með börnum. Og börnin eru hálfir Írar? Já. Og með tengsl við Írland? Já, mjög góð tengsl við Írland. Veistu og þú tengdist í Ítalíu? Ég tengdist Ítalíu, já við kynnumst á Ítalíu, búum þar í 7 ár saman og flytjum svo til Íslands. Mér fannst, það kom upp einhver forinja, ég veit ekki hvað það er, einhver langbrók stegu upp þarna því ég hugsaði með mér, Írar eru góðir sem blöndun við Íslendingu upp á afkvæmi. Af því mér finnst Írarnir hafa eitt sem ég kynntist mjög ríkulega hjá Brian og það er gríðarlega góð kímnigáfa. Og það að hafa þessa sjálfsíróníu mjög lifandi og vakandi og ofalega í kerfinu og skarpa tilfinningagreind. Þetta er náttúrulega miklu betri sögumenn heldur við. Já. Þetta er það heyrir það bara þegar maður kemur til Írlands. Þeir eru bara miklu betri í þessu sem við höldum við svo góðir í. Ég veit það. Þessu kynntist ég, pluss það að til dæmis viðbrögð Brians við ótrúlegustu hlutum voru alltaf mjög hnittin og á hans eigin kostnað. Mér finnst þetta mikið stærð og svona mikill mannvinur þarna bakvið. Og sem betur fer hefur þetta erfst til barnanna því þau eru frábær, klár, fyndin og skemmtileg og góð blanda okkur báðum vil ég nú bara meina. Þannig að það var frábær leið að blanda þessum genum saman, írska og íslenska. Sem að blandaði aftur, við erum náttúrulega við erum stórleiti keltar líka. Jú, já. Íslensk menning er samruni keltneskar menningu sem er síðan orðuð á norrænna tungu. Jú. Já, svo er eitthvað eigaskeggja element þarna. Það er þeir hafa Bretana eða englendingana við hliðan á sér Írarnir og þeir eru eiga, þeir eru með sérstakt tungumál. Það er ýmislegt sem við eigum mjög sameiginlegt með þeim í viðhorfum og skilningi. Ég man það þegar ég kom til Írland sem þetta er svona sumulítið vera komin heim. Svona öðruvísi en til þess að þegar maður kom til New York þá fannst maður að vera komin heima því maður bara þekkti hvert einasta hot sko því maður hefði séð ekki ennum bíómyndir en ég hefði ekkert séð frá Írlandi reynir á því. Það var eitthvað svona líka svona þessu svona kumpánaskapur sem er þarna sem er keltneskur sem við finnum líka í Skotlandi. Og svo þessi það sem er ævintýraleg bara hlusta á innringi tíma í útvarpinu. Ég hugsaði, rosalega þetta fólk góði sögumenn. Það var bara sama hver hringdi inn, hann gat einhvern veginn dregið upp alveg hérna myndir og ég var að velta með hvernig þetta þessu. Það hlýtur að vera þannig að þessu stóri systkinahóparnir að ef þú situr við kvöldurarborðið bara þú verður að hafa eitthvað skemmtilegt að segja eða þú ætlar að halda orðinu sko. Nákvæmlega. og þannig fjölskyldi er einmitt Brian. Þetta er gríðarlega kraftmiklir einstaklingar og það þarf að hafa góða sögu. Þú þarf ekki að vera í hnýttin. Já, annars nennir ekki að hlusta, það er bara næsta saga. Það er annað fyrir einbyrnin sem er alltaf hælt alveg saman hvað þau segja. Jú. Og ég kem úr þannig hóp, má segja. Þannig að ég dáðist að þessu. Ég er alveg sammálaður. Mér finnst líka þegar ég kom til Írlands að ég væri komin heim á einhvern hátt pluss kannski aukin hlýleiki svona í samfélaginu, hvað mann er vel tekið og svona gert létt úr alls konar hlutum og fólk til í að spjalla og sem ég held að við ættum að rækta hjá okkur. Þetta er eitthvað svona keltneskt, svona kumpánaskapur og sumuleyti það sem að er fallegt við Bandaríkin.
Ég held að það sé áhrif frá keltnesku sem svona sömuleyti, þú veist, að berast ekki á eins og stundum að þeir vilja helst klæða sér niður og vondi kallinn í bíómyndum alltaf Evrópumaður sem óaðfinnarlega klæddur eins og Hannibal Lecter eða eitthvað. Þetta með að vera bara á svona, ég held að þetta séu keltnesk áhrif. Já. Mér fannst þau allavega svona sterk í Írlandi og Skotlandi. Sögu þjóðin, sögu arfurinn metur svo mikils góða frásögn þar sem sá sem aðal í sögunni, það kemst aldrei aðendilega hvernig hann var sem manneskja, fríður, ljótur, eða hvernig hann klæddi sig og allt þetta. Það var svona hvaða sögun hafði að geyma. En að því að við erum að tala um Írland, hvað með Ítalíu? Hún svona... Ferðu til Ítalíu? Já, ég fer reglulega til Ítalíu og mér finnst það að vera eins og að koma heim. Nú var ég þar fyrir mánuði síðan og gaf mér 2 daga en það var stórkostleg ferð að koma til Flórens. Ég er komin á einhvern þann stað, mér finnst ég ekki vera að missa af neinu en það er mjög gott að koma til Ítalíu og svo aftur bara mjög gott að koma heim. Af því þrátt fyrir allt hef ég það frelsi á Íslandi sem ég þarf, en lífsbaráttan hér ferlega töff, finnst mér. Fólk þarf að vinna mikið og það er dýrt að búa hér. Stundum finnst manni vera svona óþarlega mikil svona spenna á Íslandi. Þetta sé svona eins og stórborgarspenna, en við erum raunlega bara pínulítill bær. Já. En af hverju umferðin orðin og það var ekki bara að tala um hvað er mikil umferð, heldur bara hvað allir eru eitthvað svona allir svona hálf stressaður eitthvað. Já, það talsvert stress. Allir að flýta sér eitthvað og flýta sér að næsta rauða ljós eða ég veit ekki alveg hvað fólk að flýta svona mikið. Og svona stress yfir því að vera viðkvæmur fyrir sjálfum sér og fara í manninn og allt þetta. Svo búum við rosa mikið rók. Það er ekki auðvelt. Það væri margt auðveldar eins og þegar maður kemur til Ítalíu. Maður bara hendi töskuninn og svo fer maður út og sest úti við eitthvað barborð og bara skynjar mannréttindin í því að fá gott veður og bara sitja úti. Svo maturinn alltaf góður. Maturinn alltaf góður og Ítalir eru dásamlegir. Kaffið alltaf gott. Þú getur verið á bensinstöð og fengið kaffi sem er betra heldur kaffi sem þú verður að veitingastað. Og það verður líka svo gott. Kunna að lifa með einhvern hætti sem við getum aðeins lært. Já, Ítalir kendu mér margar lexíur og meðal annars professorarnir í akademíunni þar sem ég var í 5 ár. Ég var vinnusöm, náttúrulega eins og ég bara og það er mitt eðli, en fyrir má nú vera stundum að ég fekk leyfi til að vinna heima. Ég var með vinnustofu í íbúðinni hjá okkur Brian og náði góðu sambandi við minn aðal professor sem kom bara í heimsókn og hafði eitthvað svona með þetta að segja. Við vorum talsvert og öndverðum eyði en höfðum góð samskipti. Ég flýtti mér að gefa honum hákall og brennivín til að sýna honum hvaðan ég kom og hann sagði ok, þetta er alvöru, hann var frá Sikiley og hann sagði þú bara gera það sem þú vilt. En mér var bent á það eftir svona 2-3 ár að ég inni full mikið og það voru aðrir professorar með alveg mætustu menn, kallmenn, allt saman, en þeir bentu mér á það. Þetta er viðlóðandi við ykkur norður Evrópuþjóðir og kannski enn meira frá Íslandi, ég veit það ekki. Þeir leggið svo mikla áherslu á þennan dugnað og afköst. En þetta myndi á okkar tungumáli kallast vulgarita. Þetta er svolítið vulgar eða gróft og hæfir ekki siðmenntuðum þjóðum. Það sem þú þarft að gera á hverjum degi og temja þér, það er að finna einhvern blett á deginum, við köllum það siestu. Eftir hádegi á hvílu okkur í 1-2 tíma, þú þarft að tengjast melankólíun í heiminum, þú þarft að borða, þú þarft að hvíla þig, þú þarft helst að njóta ásta ef þú ert svo heppin að geta búið við það. Láta þig leiðast, þú þarft að finna fyrir sorginni og þessu ekkert. Síðan getur þú byrjað að vinna aftur. En að vinna stanslaust, það er eitthvað akkord, þá fyrir það að flauta í umferðin og það þarf alltaf að gerast og þú ert að gera 30 í einu meðan þú ert á rauðu ljósi. Þetta er vulgarita bara í þeirra augum, þú þeir getur þetta verið stressaðir. En að benda manni á það að þetta myndi verða hluti að gæðum mann sem listamanns var mikilvægt að fá og ég vil nú bara dreifa þessu út til allra. Og hefur þú hlýtt þessu? Já, nei. Og ég er líka þar stundum að viðurkenna að maður fer offari. En meðvitað hvíli ég mig stundum og þá hugsa ég til þeirra. Ferlega er maður vitlaus að halda alltaf að það að vera duglegur skipta öllu máli. Það er bara vera.
kunna það. Þannig að núna eftir þessa stóru sýningu og þetta klikkaða ár, þar sem ég vann alla daga, það var líka alltaf gaman, en þetta var brekka síðast, sérstaklega, að núna er ég að drolla. Ég er bara að drolla. Og nýtur þess. Já. Að eins og margt duglegt fólk ertu góð í því að gera ekki neitt. Já. Það er hversu lengi það stendur. Ég segi þetta stundum, sko. Já. Það koma tímar þess að maður gerir bara ekki neitt og það bara býður eftir að hlaðist upp eitthvað. Já. Ekki endilega orka. Ég veit. En það er ég held að ítalska leiðin sé samt betri, sko. Heldur en að vera, að vera rosalega dugleg og þegar ég er búin að setja upp sýninguna þá ætla ég að fara að gera eitthvað. Í þá lendur í svona bara ykkur drolli. Já. En kannski sniður að taka 1,5 tíma á dag. Já. Það kom nú alveg fyrir, en samt ég vinnu sem og hafði svo gaman að vinnunni að ég var orðin svo eirðalaus að drolla í einhverju hvíld. En hún er samt lykillinn að einhverju jafnvægi og æðruleysi í vinnu sem við mættum temja okkur. Við erum svo árangursmiðað þjóðfélag og heillumst af steypu og ávinningum og öllu því og það er svolítið rýrt. Það er ansi rýrt. Og eru stundur svona eins og Norður-Evrópubúar með að hanga á reglunum, að því vorum talað umferðina, það var fólk að hanga á svona sínum rétti sem er ekki alveg þessu Ítalju. Nei. Þeir segja einhvern tímann sko að fyrir norðan Alpafjöllin þá eru alls konar reglur og það virkar ekki neitt. Fyrir sunnan Alpafjöllin þá eru enga reglur og það allt virkar. Já, einmitt. Þessi blanda. Já. Ég hef verið að kenna aðeins í Noregi, í Oslo, í listaskóla þar, hef farið einstaka sinnum og verið viku með námskeið og mér finnst alltaf gaman að heyra það þegar ég kem að skólastjórinn tekur mér fagnandi og hún segir við þurfum að fá Íslending núna, við erum alveg komið með axlabönd og öll varnarkerfin, við þurfum að fá einhvern pönkara sem hressir okkur við. Norðmönnum þykir vænt Íslendinga, það er mjög gaman að finna það. En heldur að við séum ólík, þú nefnir þetta, að því við vorum að tala Keltana og svona, við erum náttúrulega blöndu menning. Sumir segja það til þess að þeir koma til Bretlandseyja. Maður finnir svona, við erum kannski alveg lík því fólki eins og þau fóttu í Skandinavíu. Heldur það geti verið þannig að það sé ennþá í kerfinu hjá okkur einhvern veginn? Að vera lík Skandinavíu? Nei, við erum hálfuleiti erum við Skandinavar, en hálfuleiti erum við Keltar. Ég finn tengslu bæði. Já. Ekki spurning, ég held að sé pínu minnimáttakennd gagvart Íslendingum hjá Íslendingum gagvart Norðurlöndunum af því að Svíarnir eru alltaf svona aðeins betri. Þeir eru náttúrulega kóngarnir í Skandinavíu. Pínu og Danir, við fyrir taugarnar á þeim og Norðmenn eru samt svolítið góði við okkur en ég elska Norðurlanda þjóðirnar og þykir leitt að hafa ekki sinnt þeim betur á meðan mamma hefði geta verið með í því og með Írana þeir eru svo fyndnir og kumpanlega hlýir og svona þeir standa aðeins fjær. Ég held við séum þráttur allt skildari Norðurlandabúum því að við höfum brugðist alveg eins við ef við höfum verið í þeirra stað, ekki spurning. Og ég kann mjög að meta Norðurlanda tengslinn sem ég hef bara komið mér upp meira núna hins seinna ára því ég finn skildleikan, auðvitað. Herðu að því við vorum að tala Brian að þú veist að segja að það eru 2 löng samband sem hefur verið fyrir... Já, þú ætlar alveg að fletta mér að mér öllu það eitthvað. Þetta eru bara í læs á Hagstofunni, það er bara 2 löng samband, pappi og mamma, þetta eru ekki meira. Sko, já, síðan kemur Húbert til sögunar, hann er frá Austurríki, vínbóndi og við vorum saman í fjarbúð í 18 ár og þessu sambandi lauk 2022. Það byggðist á öðru, við vorum par þegar ég var 20 og það gekk ekki, við vorum ung og það hvarlaði ekki að mér að hverfast inn í eitthvað hæti hlutverk þarna í einhverju vínrættar héraði í Austurríki þó að maðurinn væri ágættur en ég vildi fara til Ítalíu og reyna að spreyta mig sem listamann og fá að vera sjálfstæð. En við kynnumst, eða endurnýjum kynnin þarna 2007 og erum í sambandi þessi ár og því líkur núna fyrir 2 árum. Þetta er allt annars eðlis. Millilanda samband. Millilanda og lamba. Mér fannst það stundu vera það besta við sambandið. Ég hefði ekki sérstakann áhuga að leita að einhverjum sem myndi halda áfram að ala upp börnin með mér. Pabbi þeirra var í næstu götu og
og ég hugsaði það ekki, það var alls ekki það sem ég vildi. Mér fannst þetta fínt eins og þetta var. Það gott að vera í ástarsambandi við kall án þess að þurfa að taka með sér heim. Já, það er fínt. Mjög gott. Og hann var mjög ánægður með þetta líka, Húbert. Mér fannst æðislegt að fara til hans, fá Austurríki, austurríska sveit, allan þennan græna lit, kynnast vínræktinni og honum, auðvitað við áttum dásanlega ár, en vá hvað það er lítill húmor í þessari þjóð. Ég leyfi mér nú bara að segja þetta vegna þess að Írarnir eru alveg ótrúlega. Þarna kynntist ég hinni hliðinni sem kannski liggur svolítið í mínum fordómum að það er svo nálagt tungumálunum að tengir það við einhverja skipun og hörku og gera lítið úr fólki. Ég hjó strax eftir þessu og ég hugsaði hvað þetta er mikið synd einhvern veginn. En Austurríki er magnað land að mörgu leyti. Þetta er pínulítið land með stóra drauma sem hrynja. Vín er byggð upp sem höfuborg fyrir 60-70 miljón manns en þeir eru 7 milljónir af því þessi draumar bröðust en hallir og húsakynni og stór hugurinn er svo rosalegur. Þetta er svo glæsilegt. Og þeir eru umkringdir á alla kanta þjóðum sem vilja skipta sér að og þeir eru að hamast við að gera upp fortíðina sem gengur misvel og díla við fólk sem vill koma inn á alls konar forsendum og verða svona íhaldsamir, harðir, stífir líka en óskaplega tryggir og réttsýnir og margt gott. Hvað er núna framundan? Drolla pínu meir. Já. Og ég er að fara í ferðalag núna með málurum myndlistskólans í Reykjavík. Við ætlum að fara í 2 vikur og fara að taka Brussel og Amsterdam fyrir. Svo kem ég heim og drolla eitthvað ef ég þarf en ég veit að ég er strax byrjuð eitthvað að vinna en það er ekki álagstengt. Ég er með sýningar framundan. Ég sýni í Vínaborg í apríl á næsta ári og svo búið að bjóða mér að taka þátt í sýningu í Helsinki næsta haust eða haustið 26. Og fleira. Og ertu lukkuleg? Já, ég er mjög þakklátt fyrir að geta haldið áfram að gera bara þetta. Ég hef aldrei gert neitt annað. Kann ekkit annað. Herðu, Kristín, takk fyrir að koma hingað að Rauða borðinu á Laugardalsmótni og leyfa okkur að kynnast þér í smástund. Takk fyrir að bjóða mér. Og þetta eru lokin á helgispjallinu. Við þökkum Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafa verið að hlusta. Framundan er það sem við kallum úrval vikunar, sem eru viðtöl vikunar sem er sett upp í annarri röð og svo morgun verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils, byrjar klukkan 12:40, en annars bara þakka ég fyrir og óska ykkur góðrar helgar. Segðu það á Samstöðinni.